Já, við ætlum kannski svona fyrirskrift fundarinnar segir heilmikið og þetta fjallar auðvitað þessa grænu byltingu sem við horfum fram á og svo hvernig fjármálamarkaðirnir geta tæklað það eða hvernig eða hvort þeir geta það yfir höfuð með hvað hætti, hver sé staðan núna, hvað sé að gerast hvað í atvinnulífinu, varðandi grænar áherslur og svo framvegis og við hefum fengið mjög góða gesti til þess að ræða þessi mál. Það sem fyrstur má nefna Loga Einarsson formann Samfylkingarinnar sem mun kannski ræða einna helst sitt þingmál græna atvinnubyltingu og svo það Kristín Soffía borgarfulltrúi og Bjarni Herrera sem núna hjá Deloitte ef ég man rétt sem sjálfbærniráðgjafi. Já, kannski KPMG. Næstu því það sama. og Kristján Gæ Börgers stjórnmálafræðingur og hefur svo sem mikið verið að fjalla græn málefni og fjármálamarkaðina út frá málefnum lífeyrissjóðanna og svo auðvitað á ég vona því að ýmsir fundagestir séu með einhverja þekkingu og innlegg eftir því sem á líður. En ég ætla kannski bara að byrja svona stutt með mjög stutt innlegg. Ég var að lesa það að Economic Forum verður með eitthvað fund Davos sem þeir halda reglubundið árlega og þar þetta kallað svona eftir COVID, þetta pandemic krísuna, þá verður þetta svona green reset. Ég var einmitt að reyna að hugsa hvað íslenska orð ætti best yfir green reset, hvort það verður enduræsing og þá væntanlega að við endurast hagkerfisins á grænum forsendum og ég held hafi notað orðið saving the planet eða setninguna í leiðinni. Þannig að það verður kannski svona yfirskrift fundarins verður svona að ræða þetta hvernig á þessi græna enduræsing að vera úr garðgerð. Hvað erum við að gera núna í dag hérna heima? Hvað að gerast erlendis? Og út frá auðvitað fjármálamörkuðum, hvernig markaðirnir og atvinnulífið að takast á við þetta, þið byrjuð, ykkur starttools, menn komnir langt, hver fjármögnunarþörfin, hver stendur hið opinbera, hver stendur stjórnvöld, regluverki í kringum þetta og svo framvegis. Þannig að ég einhver sem svona sérstaklega af þeim sem ætla að leiða þessar umræður, einhver sem langar sérstaklega að byrja, einhver spenntur. Já, bara leifum Loga að byrja og hefja þessa umræðu og kannski þá bara frjálst eins og þér hentar Logi. Já, takk kæra þakki fyrir það að leyfa mér að byrja og ástæðan fyrir því ég óska eftir því að ég stattur í rauninni í miðri jarðarför og það nú kannski ástæðan fyrir því ég svona óvenju hátíðlega klæddur hérna í dag og þarf að fara bara fljótlega þegar ég búinn að tala, hlakka til í rauninni að heyra af þessu fundi og þakklátur þeim sem að mættu og þér Eva og öðrum sem að standa fyrir honum sérstaklega. En það þarf auðvitað ekki að tala það hér við ykkur að loftslagsváin stærsta áskorunin sem mannkynið stendur frammi fyrir og líklega hefur staðið frammi fyrir. Og öll framtíð jarðarinnar veltur auðvitað á því hvernig við tökum höndum saman og breytum bæði framleiðslu og lifnaðarháttum okkar. Þetta skiptir máli í alþjóðlegu samhengi hvað Ísland gerir vegna þess að við erum ein af ríkustu þjóðum heims og búum yfir mikið af endurnýjanlegum auðlindum, þannig að við höfum bara ríkum skyldum að gegna við heimsbyggðina og komandi kynslóðir, þrátt fyrir að við auðvitað leysum ekki vandann þetta fámenna samfélag. Þessi barátta líka jafnaðarmönnum sérstaklega mikilvæg vegna þess að þetta óskiljanlegur þáttur í baráttunni gegn ójöfnuð á heimsvísu. Ríkustu 10% mannkyns eru ábyrg fyrir það bil helming af allri losun gróðurhúsalofttegunda og
afleiðingin af þessari losun okkar, ríkasta fólksins, bitnar svo harðast á fátækasta fólki heims. Þannig að það er brýnt að leysa þetta og þetta verður aldrei leyst nema í mjög nánu samstarfi annarra þjóða og það er önnur ástæða fyrir því að Samfylkingin verður aldrei sem fyrr að tala fyrir alþjóðlegu og fjölþjóða samstarfi. Við meinum auðvitað bara að græna jafnaðarstefnan sé eina leiðin fram á við og Samfylkingin styður að sjálfsögðu frjálsa og heilbrigða samkeppni og vill nýta samspil einkaframtaksins og hins opinbera. Við trúum með öðrum orðum á einkaframtakið og við teljum að það geti orðið eitt af lykilatriðunum í umskiptunum. Hins vegar mun markaðurinn ekki leysa þetta einn og það er hlutverk ríkisvaldsins að setja markaðsöflunum leikreglur, búa til hvata, sinna eftirliti, allt með almannahagsmuni augum. Og við þurfum svo sannarlega að gera það í þessu tilfelli líka. Við setjum rammann, við stefnum hátt með markmið, við verðum afgerandi, en við þurfum alla með okkur. Við þurfum markaðinn, við þurfum almenning, við þurfum verkalýðshreyfinguna, við þurfum atvinnulífið og síðast en ekki síst þurfum við vísindasamfélagið. En ég ætlaði nú bara að fara í örfáum orðum yfir þá stefnu sem Samfylkingin hefur keyrt hér að undanförnu og þau mál sem við höfum fylgt henni eftir með. Í október 2019 minni mig, þá samþykkti flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar mjög metnaðarfulla áætlun þar sem að krafist var miklu róttækari aðgerða í loftslagsmálum heldur en áður höfðu verið sett fram. Meðal annars að dregið yrði úr gróðurhúsalofttegundum með minnst kosti 55% fyrir árið 2030, miðað við 2005 reyndar, og markmiðið yrði bundið í lög og stjórnsýsla loftslagsmála yrði líka efld. Og það var Eva Baldursdóttir sem að kynnti ályktunina og leiddi vinnuna við hana og skrifaði mestu og ég held að ég get alveg fullyrt að með þessu hafi Samfylkingin lýst sér reiðubúin til að taka við leiðtogahlutverki meðal flokka á Íslandi í þessari baráttu. Þetta var sem sagt með öðrum orðum á þessum fundi róttækasta stefna stjórnmálaflokks sem sett hefur verið fram og við erum ennþá að uppfæra og við erum ennþá að bæta í vegna þess að okkur er alltaf að verða það ljósara og ljósara að það þarf bara einfaldlega meira að koma til. Og þegar að kórónuveirufaraldurinn skall á, þá var okkur enn ljósara í Samfylkingunni að við erum að bregðast við með afgerandi hætti ef ekki ætti að fara illa. Og núna hefur þessi veirufaraldur leitt af sér framleiðsluslaka og fjöldaatvinnuleysi og við teljum að núna sé réttur tímapunktur og þörf í rauninni á að forgangsraða verkefnum í þágu loftslagsmála og nýta okkur aðgerðir sem geta haft örvandi áhrif bæði á eftirspurn og atvinnustig í landinu. Og þar kemur maður kannski inn á þessa endurræsingu sem að Eva er að tala að það gefst bara býsna kærkomið, þó að það sé erfitt að nota það orð, tækifæri núna til þess að endurstilla allt og ræsa upp á nýjum forsendum. Og við lögðum síðan í haust fram efnahagsáætlun í bæklingnum ábyrguleiðinni sem að svona sameinar aðgerðir sem eru til þess fallnar að auka framleiðslugetu þjóðarbúsins til langstíma og skapa atvinnu, en leið að gera það með hætti að við undirbyggjum nýjar og umhverfisgrænar útflutningsstoðir. Í framhaldi af þessu þá lagði ég og Samfylkingin fram þingsályktunartillögu græna atvinnubyltingu sem í raun útfærsla á þeim tillögum sem við lögðum fram í ábyrguleiðinni með auðvitað þeim breytingum sem að þó hafa orðið á þessum stutta tíma. Og við bara trúum því að ef einhver tíman hefur verið ástæða til að setja sér háleit markmið hvert atvinnulífið á að stefna, hvernig störf eiga að verða til, hvernig störf þurfa að verða til, þá það einmitt núna á tímum þessara miklu loftslagsbreytinga. Og ein af þessum aðgerðum sem við lögðum til í þingsályktuninni að opnaður verði, eða stofnaður verði grænn fjárfestingarsjóður sem að hið opinbera á og rekur og fjármagnar sem að styður við loftslagsvæna atvinnuuppbyggingu og grænan hátækniiðnað. Það gert ráð fyrir í þingsályktunartillögunni að sjóðnum verði lagt til
5 milljarða króna í hlutafé í upphafi og síðan eru leiðir til þess að efla hann og styrkja. Það er meðal annars lagt til að sjóðurinn leiti eftir samstarfi við einkafjárfesta og taki mið af aðgerðaáætlun stjórnvalda hverju sinni í loftslagsmálum og ekki síst stefnu Vísinda- og tækniráðs í allri sinni starfsemi. Og ýti með þeim hætti undir góða stjórnhætti í fyrirtækjum sem að sjóðurinn fjárfestir í. Í tillögunni þá tölum við líka að það verði ráðist í að skipuleggja og byggja upp iðngarða á Íslandi og það verði líka ráðist í innviðauppbyggingu til að tryggja hraðari orkuskipti sem nýtast bæði hinu opinbera en líka einkaaðilum og loks stóraukin framlög til tækniþróunarsjóðs, rannsóknarsjóða og innviðasjóða og meðal annars að úrræði eins og Kría verði full fjármagna. Svo þurfi ekki að skerða mótframlagslán til nýsköpunarfyrirtækja í rekstrarvanda svo eitthvað sé nefnt. Það sem við erum að gera með þessu, það er að taka fyrstu skrefin í mótun atvinnustefnu, þar sem ríkisvaldi styður með markvissum hætti við vistvæna uppbyggingu, þróun loftslagslausna og frekari orkuskiptum í iðnaði og samgöngum. Við eigum því miður allt of langt í land og tíminn er knappur, þannig að jafnvel það sem að kann að hafa virst djarft fyrir hálfu ári eða einu ári getur vel verið að nægi ekki núna og þá þurfum við einfaldlega að hafa bara framsýni og dirfsku til þess að uppfæra okkar stefnu. Það er mikil vinna framundan, það eru mikilvægar kosningar framundan og það er mikið undir að það verði mynduð ríkisstjórn sem að byggi á grænni framtíðarsýn. Þannig að við þurfum að hafa hraðar hendur og móta svona raunhæft og djarft plan sem við getum ýtt úr vör strax eftir kosningar. Að fyrstu verkin eftir kosningar þegar hér hefur verið mynduð stjórn frá degi 1 sé að byrja að tikka í boxi. Ég held að áætlunum slíkt, kosningastefna sem að gefur ávæningum að við séum tilbúin í það, geti líka verið gagnlegt til þess að draga víglínurnar í kosningabarátuna á þann hátt að þau gerir þá flokka sem okkur hugnast best að vinna með líklegri til þess að vilja, jafnvel neyðast til að vinna með okkur, frekar en hinum sem ekki tilbúin til þess að fara í það. En ég ætla semst að drífa mig aftur í heita aspaðsrétti og kaffidrykkju og klára þessi skyldusamtal sem að fara að eiga við ættingja við svona tilefni. En hlakka svo bara til að heyra af fundinum og Freyja tekur niður punkta og segir mér svona hvað gerðist. Bara kæra þakkir og gangi ykkur vel. Já, bara samúð kveðjur, kæri Logi, og takk fyrir að stikla stóru varðandi þetta ágæta plagg meðal annars, ábyrguleiðina. Ekki, að sjá þetta og þá í raun og veru það þingsályktunartillögu sem hefur verið lögð fram með það ekki, þau lögðu hana fram fyrir þingi núna. Já. Hún er inn í nefnd núna. Hún er komin inn í nefnd, ég skil. En bara rétt ára en ég sleppi endalega, ég meina, ég skil það svo að það sé nú ekki mikil hreyfing hjá þinginu eða ríkisstjórnin. Hvað varðar þessi mál almennt annað en að tikka svona í þessi skyldubox eða þær skuldbindingar sem við höfum samkvæmt Parísarsáttmálanum? Nei, það er alveg rétt og sko vondufréttirnar eru auðvitað, það miður allt og hægt og það er allt og lítill metnaður í gangi og hugurinn kannski liggur meira í náttúruvernd, þau eru svona ná einhverjum hlutum fram þar en í svona loftslagsaðgerðum, loftslagsmálum, þar stíga þau allt og í rauninni vægt til jarðar. Við búum náttúrulega í landi þar sem að 70-80% allra búa í þéttbýli og það er augljóst þegar það bætist ofan á að 70% allra landsmanna búa í sama þéttbýlinu að þá saknar maður þess að menn átti sig ekki á því að þar eru raunverulega stóru möguleikarnir. Góðu fréttirnar eru hins vegar að ég get vel ímyndað mér að einhverjir flokkar þarna inni, Vinstri græna minnsta kosti og kannski Framsókn að einhverju leyti væru til í djarfari aðgerðir en
þið sjáið það að það meðal annars skipuð fyrir opnum tjöldum nefnd þessara 3 flokka að koma sér saman hvað á að gera við Ríkisútvarpið. Þannig að þið getið rétt ímyndað ykkur hvað gengur á þegar þau eru að ræða hvað á að gera í loftslagsmálum. Þannig að frá og með næsta hausti þá held ég að við höfum alla forsend til að fara algjörlega á fullt ef að fólk gæfi til þess að kjósa rétt. Já, akkurat. Kærar þakkir, Logi, og gangi vel og sama hvað aftur árétta þær. Takk. Ég ætla svona kannski förum svona úr þessum stjórnmála áherslunni og svona þessum þá hugmyndum einhvers konar aðgerðir stjórnvalda eða svona ríkari aðgerðir stjórnvalda sem getur mætt vandanum, og ég var að hugsa hvort við ættum að tala við Bjarna næst varðandi svona markaðina, hvað er í gangi einkum kannski hér heim og erlendis, hvað er ekki verið að gera sem mætti gera betur og svo framvegis, og kannski bara færð frítt spil með það. Bara yfir til þín, Bjarni. Takk fyrir. Bara gaman að fá að vera með ykkur. Þið heyrið í mér ágætlega á svona. Ef ég má kannski spyrja því Eva, hvernig er samsetningin á audience-inu hérna? Er þetta allt svona flokksmeðlimir eða hvernig er bara svona forritni, sko? Bara þannig að þetta aðeins okkur hvernig er að tala? Mjög mikið. Ég held að sé samt ekki alfarið. Nei. Þetta sé svona 80, hvað myndir þú segja, 70-80%. Já. Gott mál. Þannig að þú getur alveg tala frjálst. Já, bara rétt að fá tilfinningu fyrir ég, eins og ég var bent á þá, ég var sem sagt einn eigenda og framkvæmdastjóri félags sem heitir Circular Solutions og var sérhæft í svona sjálfbærni og sjálfbærum fjármálum og ráðgjöf og svona þjónustu hvað þá þætti varðar út á markaðinn, og við vorum búin að vera að sinna þessu núna í 3,5 ár þangað til að KPMG á Íslandi keypti félagið núna í desember. Og það, ef þú veist, bara einangrum það eitt og sér, þá er það náttúrulega líka bara svona ákveðin vísbendingum hvar sjálfbærni og sjálfbær fjármál eru í raun og veru á heimsvísu, að þú veist, þessi stóru félög eru tók smá tíma svona fyrir til að kveikja á perunni svona almennilega kannski, en þau eru öll svona komin svolítið all in í þetta. Á meðan voru þetta svona nokkrir framsýnir einstaklingar, meðal annars Kristján Gæi og fleiri sem að þú veist, voru svona að berjast, eru búin að vera svona að berjast í að koma þessum málum á framfæri síðustu árin. En þannig að ég og mitt teymi, við svona spilum það hlutverki að koma meðal annars að svona fyrstu grænu fjármálagerningunum á Íslandi, hvort það er græn skuldabréf, félagsleg skuldabréf, sjálfbærni skuldabréf, grænir innlánsreikningar og svo framvegis. Þannig að við vorum svona ráðgjafarnir sem voru svona svolítið að kokka þetta upp og svona láta markaðinn koma þessum, hvað sem íta þessum vörum svona svolítið úr vör, sem var bara mjög ánægjulegt. Og ég meina það voru aðalega eins og Reykjavíkurborg og Landsvirkjun, Orkuveitan, Félagsbústaðir, Íslandsbanki, Arion banki, fleiri, Regin fasteignafélag og einhverjir sem hafa verið að svona gefa út svona fjármálagerninga. Og ég meina markmið þessara fjármálagerninga er einfaldlega bara það í svona hinni einföldu mynd að taka við peningum, þá aðalega frá stofnanafjárfestum eins og lífeyrissjóðum, og ýta þessum peningum í verkefni sem eru þá skilgreind samkvæmt alþjóðlegum leiðbeiningum sem græn eða félagsleg. Má ég koma með spurningu hérna? Bara endilega hendi bara á meðan ég er að spila. Já, ég ætla bara að því að, sko, fyrsta lagi að því að
Ég veit, takk fyrir þína vinnu á þessu vettvangi og og þína framsýni, en ég svona það sem að mér finnst ég er áhugasöm að heyra hvort að það hafi verið hvað mikið hluti á eignasöfnum til dæmis lífeyrissjóðanna eru að fara núna í þetta og hvað mikið í boði af svona bréfum ef við tökum bara heildarmarkaðinn. Hversu hratt þetta að ferðast? Vegna þess að þegar ég var að skoða þetta í fyrra, minnir mig, að það var kannski 3% af öllu því sem var í boði var að kaupa, var með einhvers konar grænum sjálfbærniviðmiðum og kannski líka það sem að ég myndi vilja heyra ofan í því er eitthvað regluverk utan þetta? Hvernig tryggjum við að þessi þættir sem að þurfa að koma fram til einhvað heiti, þessi verkefni sem á bak við það fjármögnunina, eða það sem að stendur til að gera, tryggja að það sé í sannanlega sjálfbært, skilur að uppfylla þau viðmið sem að Margar spurningar Já, margar í einni spurningu og þú veist, ég meina eðlilega eru svona spurningar uppi og ég meina þetta space sem búið að vera að hreyfast ótrúlega hratt. Ég meina saga grænna fjárfestinga í þeirri mynd sem það í dag ekki nema kannski 12 ára gömul. Þannig að, og ég meina fyrstu slíku grænu fjárfestingarnar ekki að gerast fyrir 2018 á Íslandi. Þannig að þetta að hreyfast mjög hratt og í dag eru til dæmis bara sem einhver stærðarviðmið heildarútgáfa grænna skuldabréfa eða sjálfbæra skuldabréfa, það að segja grænna eða félagslegra, eru kannski svona 3% af heildarútgáfum skuldabréfa á Íslandi. Þannig að þetta svona 3% eitthvað viðmið og kannski Kristján með eitthvað fleiri töl. Já, sem náttúrulega bara mjög lág tala að mínu mati, Þú veist, með 3% heildarútgáfa sé græn og sjálfbær, með við bara stöðu þessara mála, en kannski þetta sjáum við allt í einhverja dýnamík í þessu og það verður hröð breyting. Já, ég meina, þú veist, ekki tölu afstæðar, þú veist, ég meina, lágt miðað við hvað, ef við miðað við Svíþjóð, það þetta hlutfall kannski einhvers staðar á bilinu 12–15%, ég ekki með nákvæma tölu, ég meina, það klárlega lítið miðað við það, en ég myndi samt segja að þetta væri orðið frekar hátt á stuttum tíma. Þetta búið að gera svo hratt á Íslandi, þetta ekki nema bara 2018, þetta eru bara rétt 3 ár. Þannig að, og bara sem dæmi, félagsbústaðir, því að Logi kom réttilega inn á ójöfnuð og fleira sem ég er sammála að þarna sterk tenging til dæmis loftslagsbreytinga og ójöfnuðar, að félagsbústaðir gáfu út eitthvað sem heit félagslegt skuldabréf sem ætlaði að fjármagna bara þeirra framboð af félagslegu húsnæði og þetta var annað félagslega skuldabréfið sem skráði Kauphöll á Norðurlöndunum. Þannig að þú veist, þarna var Ísland bara komið ansi bara svona framalega í þróunina þó að við höfum byrjað svolítið seinna. Þannig að það er svona einhver vísbending það, en vissulega eru 2% af 100% eða 2–3%, þetta lágt og þetta mikil sóknartækifæri, það ekki spurning. Ég ætla svo sem ekki að trufla, þú bara heldur áfram með Já, nei, bara mjög gott og náttúrulega bara for the record, þú veist, ég bara að tala svolítið í mínu bara eigin nafni og ekki fyrir neitt í sjálfu sér að en nei, ég sammála því að ójöfnuður, það svona loftslagsbreytingar eru að fara ýta mjög mikið undir ójöfnuð og ég var með fyrirlestur á jafnréttisþingi, síðasta jafnréttisþingi sem var þá fyrir ári síðan. Það sem ég var að tala hvað svona, hvað hlutverk útgáfa svona sjálfbæra fjármálagerninga getur haft til að svona, náttúrulega bæði að tækla loftslagsbreytingarna sem að þá hefur þessi keðjuverkandi áhrif og vonandi dregur úr ójöfnuði. En að spurningunni sem við spurðum áðan með lífeyrissjóðina, þá held ég að það viti það enginn hversu hátt hlutfall af þeirra eignabókum er þú veist grænt
sjálfbært eða hvernig sem ég ekki viss að það hafi verið í skýrslunum síðast en aðrir geta leiðrétt með að ég að fara með rangt mál. En klárlega það sem að gerast núna að það að eiga sér stað mjög mikil þróun í Evrópusambandinu til dæmis sem að koka upp svona reglur og reglugerðir sem að eiga eftir að lenda inn í landslögum einstakra landa sem því tengjast, sem ætlað að skilgreina með svona meira afgerandi hætti hvað grænt, hvað ekki grænt. Og það þá markvisst að reyna að vinna á því að markaðurinn sé þá ekki að skilgreina eitthvað sem grænt sem raunverulega ekki grænt og hefur kannski takmarkandi jákvæð áhrif á þær breytingar sem við þurfum að láta eiga sér stað. Þannig að það heilmikið í gangi og þetta kannski mitt input bara, þannig að ég ætla ekki að taka mikið tíma í einhverju einræði kannski hlaupa fleirum að og við getum átt eitthvað samtal. Já, bara gott að vita hvað, já, þetta var svona allar spurningarnar held ég sem að ég var með svo sem svara, þannig að ef þú vilt ekkert engu bæta, þá ætla ég bara að hleypa næstu manneskju að. Ég var að hugsa að ég ekki bara hafa þetta svona, já, ég ekki að taka Kristínu og svo enda á Kristínu Gæ. Kristín Sofía kannski meira, getur sagt okkur frá aðeins hvað Reykjavíkurborg hefur verið að gera á þessu sviði og ég veit að þið eru í alls konar nýsköpunarverkefnum og það var gaman að heyra hvað, eða svona að tengja ykkur við viðskiptalífið með einhverjum hætti og svo eru þetta græna plan sem að Reykjavíkurborg, hvenær var það nokkuð, þú segir mér kannski, var það ekki í lok árs síðast árs sem það var samþykkt? En allavega, það var allavega einhver fjárfestingar áætlanir sem fylgja því og var kannski gaman að heyra stuttlega frá því af því að mér sýnist Reykjavíkurborg vera nokkuð metnaðarfull þegar að þessu kemur. Já, og bara takk fyrir fund og gaman að fá að koma. Já, ég held að Reykjavíkurborg sem metnaðarfull en síðan sagði annarkvort Bjarni eða Logi það áðan að hlutinni gerir svo hratt að manni finnst maður aldrei verið að gera nóg. Það sett fram einhver markmið og það farið í áætlanir en heimurinn að hreyfa svo hratt að manni finnst maður vera búin að dragast aftur úr áður manni sem komin halva leiðina að því markmiði sem maður setti sér bara í fyrra. Þannig að ég held að COVID hafi líka svolítið ýtt við okkur að við sjáum það núna að þrátt fyrir að við höfum séð fordæmalausa samdrátt í losun koltvísýrings í heiminum, þá þurfum við að endurtaka þennan samdrátt á hverju ári í 30 ár til þess að þetta fara að skila okkur árangri. Við sjáum það þrátt fyrir að aðfangakeðjur hafi rofnað, fyrirtæki hafa farið í framleiðslustopp, flugferðir næstu í lagst af, heimavinna komin í staðinn fyrir bílaumferð og allt það, þá samt erum við ekki inn á markmiðum Parísarsáttmálans. Þannig ég held að COVID hafi líka veitt eitthvað smá innsýnin í það að þær áætlanir sem við höfðu eru ekki nærri því nóg. Það sem við erum kannski mest að gera hjá Reykjavíkurborg náttúrulega við vorum, held ég, Bjarni, segir mér, eða rétt, ég held að við erum eina af fyrstu borgurinn sem gef út græn skuldabréf, hringdum inn í Kauphöllinni og það var skemmtilegt og ég verði ekki, ég vissi ekki eins og græn skuldabréf voru, þetta var til 2018 og síðan núna finnst mann að vera að poppa upp út allt og þetta klárlega framtíðin, við sjáum það eitthvað núna þegar við erum í lágvaxta umhverfi, þar sem það bara mjög erfitt að fá ávöxtun fyrir peningar sinni einhvers staðar, þá eru þetta tækifærin til þess að fara í fjárfestingu í grænum verkefnum. Og mér varst mjög gott að heyra Loga tala græna fjárfestingarsjóð og þetta nákvæmlega sem við þurfum. Ég held akkúrat að einstaklingarnir geti gert mikið, fyrirtækin geti gert helling, frjáls félagasamtök, en stjórnvöld hafa öll tækin í hendi sér til þess að vera leiðandi, til þess að stuðla því að þetta verði hægt. Ég ásamt fleirum stofnuðum sem sagt nýjan viðskiptahraðardaginn sem heitir Hringiða og þar erum við að tengja saman ríki, borg og fjölmörg svona græn fyrirtæki til þess að vera með, til þess að bara draga beint fram lausnir, búa til ný fyrirtæki sem eru raunverulega að leysa umhverfislegan vanda. Við erum svolítið að segja, hættum að líta á þetta sem tvö vandamál lítum á þessum tvær flugur sem við ætlum að slá í einu höggi. Við ætlum að skapa störf við það að leysa umhverfisvandann. Mjög kannski bjartsýnt og gott en ég held samt að Ísland, þegar við erum með þessa ofgnótt í rauninni af sjálfbæra orku og tækifæri til þess, þá erum við í einstöku stöðu á heimsmælikvarða. Og við sjáum að Norðmenn hugsa þetta svoleiðis. Þeir eru bara að setja olíusjóðun, umhverfissjóðun og allar ETS
peningarnir sem þeir fá inn og þeir bara fjárfesta lóðbeint inn í grænu verkefnum. En á Íslandi það sjáum við að við erum með hana Áslaugu Huldu frá Pure North sem segir við fáum enga stuðning frá stjórnvöldum. Við höfum aldrei fengið, við erum eina fyrirtæki sem í raunverulega efnisendurvinnslu á landinu og stuðningurinn hann 0. Þannig að þetta rauninni eitthvað sem við höfum svolítið lítið í eigin barm. Við erum komið með allar lausnirnar. Við getum framleitt kerosín úr rafmagni. Við getum efnisendurunnið. Við getum fara að framleiða vetni á massavís. En þetta dýrara og þetta kostar og fáum rétt verð fyrir raforkun okkar og allt þetta spurningar sem við verðum að svara. En við megum ekki láta eins og lausnirnar sé ekki til. Við erum ekki að kaupa þær. Já, en svo varst að tala áðan og þú fórst að tala að 2 flugur í einu höggi. Að þá þetta, ég meina í Bandaríkjunum var lögðu demókratarnir fram, þú veist, mjög svona metnaðarfullt climate action plan sko, þar sem átti auðvitað að gera þetta. Það var akkurat það var að skapa fullt af nýjum störfum með grænum lausnunum. Og svo auðvitað þannig að þegar allir fara úr jarðefnaeldsneyti, þú veist, ef enginn vinnur lengur á bensínstöð eða í kringum Skelling, skilur við. Það þarf allt þetta fólk að fara að gera eitthvað annað og það þarf, skilur við, þá verður atvinnutæki til bara í einhverju öðru, þú veist, bara þegar einhvað eitt deyr þá kemur eitthvað fæðst eitthvað nýtt. Þetta er ekki svona flókið, sko, þetta er bara svo í lífinu, sko. En þá verðum við líka að spyrja okkur, sko, við þurfum sterkan stuðning. Við vitum það að Ísland að fá út úr ETS-kerfinu fyrir árið 2019 og 2020 9,1 milljarð. Í Noregi og við þá allir þessu peningur setti að styðja við græna nýsköpun, græna fjárfestingar. Á Íslandi þá fer þetta bara inn í hítina, þannig við erum græðum á því að vera með fyrirtæki sem menga á Íslandi. Því við erum ekki að setja þessa peninga beint inn í það að leita lausnum. Auðvitað er þetta meira núna því við byrjuðum að kaupaukinni kerfi 2013 og fá það núna, en að jafnaði myndi að verða meira en milljarður sem kemur inn bara í sölu ETS heimildum. Þess vegna við verðum svolítið að hugsa ef að því yfirskriftin var hvernig förum við kapítalísku hagkerfi, en við eigum samt ekkert að þurfa það. Þú þarf bara að fara að kaupa vetni en ekki olíu og þú þarf að fljúga til útlanda á flugvél sem keyrir á e-fuel eða e-crude. Já, það er kannski að því ég ætla að trufla þig, að því ég varst að tala að því ég ætla bara ETS-kerfið svo að við útskýrum það er kerfi Evrópusambandsins sem er sett upp svona markaðskerfi í raun og veru fyrir notkun á það eru loftslagsheimildir sem þú kaupir, þeir fyrirtæki sem falla undir þeir iðnaðir sem falla undir og kaupa þér heimildir til þess að menga, eða til þess að þeir mega þá og ef þeir fullnýta sína heimildir á árinu þá eru að kaupa þessi nýjar og við erum aðalega þessu kerfi en það eru samt stórir póstur sem standa fyrir utan þetta kerfi, það er ekki flugið flugið er inn í þessu, það er Þeir eru komin inn, það er samgöngur innanlands eru undanskildar. Þess að við mynda og síðan LULUCF, þetta er bara losun vegna landnotkunar og annað sem er náttúrulega stór losunarpartur. En þegar við erum að skoða losun Íslands og undanskilji við millilandasiglingar, flugið, stóriðjuna, það er allt sem er inn í ETS-kerfinu. En mér langar líka að segja, þú veist, tala störfin, að við getum alveg, það er alltaf að leggja mat á það hvað við töpum mörgum störfum. Það er talið á Íslandi, þá töpum við 3.200 störfum árlega af því að við erum ekki búin að tileinka okkur hugsun hringrásarhagkerfisins. Við erum með 9.000 manns atvinnulausir í Reykjavík. Við þurfum þessu störf, við þurfum þessa hugsun og við þurfum þetta í framkvæmd strax. En það er líka annað, sko, því þú ert að tala þessu störf og ég er bara mikið verið að velta fyrir mér uppbyggingu atvinnumarkaðarins og svo kannski erum við að fara að sjá sjálfvirkni væðingu starfa sem er annars risastórt tópik þar sem að ég sá skýrslu fyrir sem var búið að reikna út að tæplega 50% starfa á Íslandi myndu verða fyrir verulegum áhrifum af sjálfvirkni væðingu starfa. Og þá erum við bara pælingin, skilur við, þetta er einhvern veginn allt tengt, þú veist, það er annars vegar þetta sjálfvirkni væðingu starfa, græna endurbyggingin, staða efnahagsmála í dag, þú veist, og þetta er alveg dauðafæri til þess að einmitt að vera með einhverjum brjálaðislega framtíðarsýn og dauðafæri fyrir stjórnmálaflokka að virkilega setjast niður saman og þú veist það, fólk setjast niður saman og hugsi og leyfi sér að dreyma og eins og við séum upp blað, skilur, og það sem ég vildi svona með það því að erum við að gera þetta í kapítalísku hagkerfi og það er kannski punkturinn minn sem hefur oft verið, getum við fyrir að leysa með kapítalískum lausnum markaðarins vandamál sem að kapítalismin hefur að einhverju leyti skapað vandamáli.
neysluna, yfirkeysluna, skilji. Þú veist, getum við, og þetta bara vilja fá ykkar, ég hef haft alveg mína skoðunar, það gott að fá fleiri input á það, sko, fleiri sem vilja koma þess að Bjarna. Það kemur þetta og sem klára ég eftir er að mér finnst þetta svo mikilvægt. Við getum oft sagt bara við ætlum að draga úr losun með því að draga úr neyslu. Við getum gert það. Keypt minna, flogið minna, keypt minna, gert allt minna. En þú veist að þá sjáum við þessi ruðningsáhrif út í efnahagslífi. Það sjáum við þetta fylgjandi atvinnuleysi og annað. Þannig að það er kannski ekki lausnin sem við höfum séð. Þannig að það er þessi hringrásarkerfis hugsun sem við verðum að segja og nú verður að fara alla leið. Við getum eins og Logi sagði ekki verið með bara svona smá grænþvott í sturtunni og látið það virka. Ég meina, við sjáum að stundum núna eru komin svo stutt á veg og aftur, pólitíkin getur stigið svo mikið inn í þetta, er að við förum í það að banna plastpoka en heimilum hins vegar einnota umbúðir sem eru svo samsettar við getum ekki endurvinna. Það er auðveldara að endurvinna plast heldur en samsettar pappírs umbúðir. Þú veist, við erum að fara í ranga átt oft með því að við erum einhvern veginn að leita svo einföldum lausnum, leita eitthvað sem allir skilja. Þannig að við sjáum öll fiskikörn sem falla til á Íslandi, þau eru óendurminnileg af því þau eru samsett með umbúðir sem er ekki hægt að ná í sund og ekki hægt að endurvinna þetta. Það er að ná inn, ekki bara eitthvað svona, ég er tilbúin að hjóla á plastbókana, ég er kjarkin í þetta, það þarf að setja sig inn í leiðilegu málin, breyta lögum númer 1230 lög sem snerta matvæli. Það er þarna, grunnurinn er þarna. Já, bara í rótinni. En það er það sem ég aftur að tala um, að við tala um rótina og þá erum við að fara alveg inn í hugafarið. Bara hugafarið, hvernig lifum við, getum við gert öðruvísi, en eins og ég er svo sammálaður, með þetta plastpoka, all fair and well, skilur við, en þú orðið þetta svo vel, þú sagðir eitthvað svona grænþvottur í sturtu, eitthvað svona, hvað sagðir þið? Þetta var ógeðslega gott orð. En ég held að þurfi rosa svona mikinn metna pólitíska skýra hugsun og síðan óbúslega hugrækar aðgerðir og taka þetta algjörlega föstum tökum. Og þú veist að grænt þarf að vera algjör þráður, allir í löggjöf, öllum opinberum fjárfestingum, í raun og veru allstar þar sem að er verið að öllum aðgerðum, það ríkisins og kannski einkaaðila líka og ég meina, þú veist, löggjafinn stýrir í raun einkaaðilanum að stóru leyti. Þannig að þú veist að þetta er bara skortur á nógu stórri pólitíska sýn sem er vandamál á mínum. Algjörlega, ég held sér líka bara þannig bætið einu sinni enn, ég held að við þurfum að líta á þetta bara, ég segi tekið svona dæmi pennan. Ef við kaupum hennar penna frá Kína, á búin til olíu til þess að framleiða, ef við hendum honum, þá er þessi penni hættur að skapa störf. En ef við tökum hann og skrúum hann í sundur og komum hann rétt endurvinnslu, þá heldur þessi penni áfram að skapa hagvöxt innanlands og skapa störf. Og það er það sem við þurfum. Þetta er ekki andstæður. Þetta er ekki umhverfismál eða hagvöxtur, sjálfbærni eða atvinna. Þetta er tvær hliðar á sama peningum. Ég held að við verðum alltaf að líta á þetta sem bara einu réttu leiðina. Nú ætla ég að segja takk. En það er ekkert að segja okkur aðeins frá græna planinu eða mannstæði er ekkert svona sem að, þú veist, einhver stóra aðgerð eða eitthvað sem segja sko að græna planið, ef við erum að skoða þá losun sem er flokkað sem losun Íslands utan ETS-kerfisins, þá er græna planið bara eina leiðin til að draga úr henni að einhverju marki. Þar erum við að tala um sko stórsókn í hjólastígum, við erum að tala um stórsókn í endurvinnslu, við erum að tala um borgarlínuna sem er ganga fyrir innlendum orkugjöfum. Þú veist, þetta eru stór og líka bara aðalskipulagið í heild sinni og þétting byggðar. Ég meina fyrir 10 ára síðan, þá held ég að enginn hefði getað ímyndað sér borgin eins og er í dag. Stútfull af einhverjum rafskútum á hjólastígum, matarvögnum, þú veist, veitingastæðir byrjar að opnast inn í hverfum sem er verið að þétta. Ég held einhvern veginn að við séum alveg á réttri leið og það er gaman að skoða myndir af Reykjavík sem er ekki eldri en 10 ára gamlar af því ég held að fólk gleymi því stundum að við hefðum alveg getað að fengja annan meirihluta þá og við hefðum bara sett alla orkunni í það að stækka önnur úthverfi og þetta hefði ekki orðið. Og þetta gerist ekki að sjálfu sér, þetta gerist með markvissum aðgerðum inn í borginni og það getum við líka gert á landsvísu með markvissum aðgerðum á landsvísu. En á henni sleppir að því að við erum að ræða þetta, þú veist, það sem ég veit ekkert eins og hvort það sé græna planið, þú getur kannski sagt mér það, til dæmis ef að borgin fer í opinbera aðgerð og einhvers konar endurbætur eða byggingu eða eitthvað svona, þú veist, eru hægt að vera með bara sjálfbærni stuðla sem tryggir það að einhver tiltekið framkvæmd mæti þeim, skilur, og þá er ég að tala líka verktakan sem vinnur vinnuna og hvað gerist síðan við allt það sem að tala um pennan, hvað gerist allt í kringum það, skilur, og það er bara við erum að tala um
alla dítelina, getum við haldið þessu í hringrás eða haldið þessu grænu. Ég held þessu þetta bara skalinn að vera þannig. Ég held alveg rétt hjá þér, við erum náttúrulega með bara að við erum að stíga inn í það, við erum að byggja fleiri vottaðar byggingar sem getum leitað í eins og BREEAM-vottunina og annað. Við erum náttúrulega að gefa út græn skuldabréf þannig að við þurfum að uppfylla ákveðnar vottunir fyrir fjárfestingar sem við erum að fara í til þess að við séum sannarlega að fara í grænar fjárfestingar. En sem á bara að gera meira, þetta verður að ryðjast út allt kerfið. Og eins og ég segi, og þá ertu oft komið kostar og þá vantar okkur líka hvatan og stuðninginn finnst mér frá ríkinu af því að manneskja sem ætlar bara að veita fullkomna velferðarþjónustu, hún kannski með fókusinn bara þar, hún ekki með fókusinn á hvort að bakkinn í heimsendamattu séu samsett með efnisflokkum eða ekki. Það svolítið þar líka. Nei, já, ég skil. En takk fyrir þetta, Kristín Soffía, og við erum alveg á tíma. Kristján Gauti er síðastur af viðmælandum okkur í dag og opnum bara fyrir frjóar umræður. Við erum alveg farin af stað, ég er allan heit. Ég veit að Kristján Gauti hefur mikið verið að pæla í grænum málum, skuldabréfum, skrifa svolítið lífeyrissjóðina. Við höfum svo sem átt að sammerkt, ég hef oft verið mjög heit yfir þessum lífeyrissjóðum, finnst það mjög skrítið okkur þess ekki bara verið að mandeita alla peninga lífeyrissjóðana, öll eignasöfnum, og þá erum við tala að selja allt sem ekki grænt og fara með allt í allt eignasöfnið bara í grænu og sjálfbærni, jafnvel erlendis og heima, en það svo sem annar mál. Og kannski líka átt verið með vesen út af því að í lögunum lífeyrissjóðana þá eru ekki búið að setja að síðast í vissi, það var ekki búið allavega að lögbinda að það væri sjálfbærni væri eitt af þessum viðmiðum fjárfestingar lífeyrissjóðana. En Kristján, við kannski ræðum þetta og fleiri atriði, þú bara hefur þetta frjálsar hendur með það, en svo kannski líka bara því að leyfa þér aðeins að velta fyrir þessari spurningu með að því að ég hef verið svolítið svona gagnrýnin á allt þetta, mér finnst hvaðan kemur orðið hagvöxtur, hver fann upp hagvöxt, hver segir að það sé eitthvað nauðsynlegt til þess að reka gott samfélag að það sé hagvöxtur. Og var þetta bara kapitalískir hagfræðingar einhverstaðar í einhverjum skóla sem að fundi það upp og af hverju getur ekki bara endurhugsað algjörlega kasta ef við ættum bara búa til nýtt hagkerfi, myndum við eitthvað þurfa á öllu þess að halda, skilur. Ég bara svona byrjum upp á nýtt og hvort það ættum ekki vera með önnu viðmið sem forsendur í góðu samfélagi eins og bara vellíðan og ég meina, væri bara fínt og þurfum við eitthvað að vera með þetta making a living. Ef við horfum á dýrin í dýraríkinu þá eru bara hrafnarnir að fljúga þeir hugsa að fá sér að borða, þeir eru reynda svolítið kapitalistar af því þeir elska glingur og svona. En þú veist, skilur, það er ekkert verið að, þeir eru ekki búin að byggja upp alls konar í kringum eitthvað, much ado about eitthvað alls konar, þurfum við á svo að halda til þess að hvert er markmiðið með lífinu, er það ekki bara að vera hamingjusamur? Og ef við erum að ganga á jörðina excessively til þess að uppfylla gervihamingju, hvernig förum við út úr þessu? Skilur, þetta er bara svona heimspekilegar umræður líka og kannski leyfa Kristjáni að ef hann vill eitthvað fara inn í þetta en líka bara Takk fyrir það. Þetta er svona spurningarnar stækkuðu eftir þessum áleiði þarna og ég sem ætlaði að byrja með pennan og benda Kristínu Soffíu á að það er maður í Hveragerði sem að safnar pennum og er búinn að setja upp safn sem maður getur fyrir að skoða þar, þannig að allir þeir sem hafa lent í því að eiga mikið af pennum, þeir geta farið þangað. En þetta er ekki alveg hvar á að byrja. Mér finnst þetta náttúrulega, þetta er brjálæðislega áhugavert og við erum búin að tæpa á þessu frá nokkrum hliðum. Fyrir mér þá er kannski fyrst að segja að umræðan umhverfismál, loftslagsmál, grænumálin, við á Íslandi höfum verið dálítið off með heiminn á síðustu árum. En eins og Bjarni bendir á, þau eru við svona að ná í skottið á sumum sviðum og bara dæmin eru þegar að björgunarpakkarnir komu núna út af COVID, þá eru öll Evrópulönd, Evrópusambandið sérstaklega að rembast við það að aðgerðir gegn COVID virki jafnframt gegn hamfarahlýnun. Allt það sem við ætlum að fjárfesta núna muni líka gagnast okkur í baráttunni við hamfarahlýnun. Og Ísland er eiginlega eitt af örfáum ríkjum þar sem að þetta var bara ekkert með. Ríkisstjórnin setti þetta ekki inn, hafði ekki áhuga á því og það eru núna komnar mælingar frá World Wildlife Fund og fleirum
þar sem að sést bara að við skilum eiginlega auðu og jafnvel þó að þetta hefði verið kannski leiðin til þess að byrja. Ok, annað það sem við erum svolítið oft, það að forsætisráðherra mætir á fund með forseta Frakklands snemma í sinni tíð, glæsileg og flottur fulltrúi þjóðarinnar á umhverfisfund sem hét One Planet Summit í París. Þar eru valdamesta fólk í heimi að díla við umhverfismál, loftslagsmál, hvernig förum við frá Parísarsamkomulaginu og áfram. Þetta er 2017-18. Megin viðfangsefni fundarins var hvernig virkjum við fjármagnið sem hérna út allt í umhverfisvænar áttir. Þannig voru allir að tala, þannig lagði Macron fundin upp, en forsætisráðherra Íslands talaði hvað við stóðum okkur vel í að leggja hitaveitu hérna 1930 og síðan Austurbæjarskóla 1970 og hvað þetta var allt. Og sannarlega mikið og verðugt framlag okkar til þess sem setur okkur í algjört forystusæti þegar kemur að nýtingu endurnýjanlegrar orku, hitaveitan og rafmagnið og svo framvegis. Í þriðja lagi þá erum við dálítið mikið bara og þessi fundur gekk út á það að virkja fjármagn og alls konar leiðir og tæki sem við höfum síðan verið að pæla í síðan en stjórnvöld ekki endilega tekið að skarði. Síðan það bara umræðan í fjármálakerfinu og lífeyrissjóðunum og svo framvegis. Og þar hefur orðið algjör grundvallarbreyting á örstuttum tíma. En við erum samt langt á eftir öllum öðrum í nágrannalöndunum. Þannig að 2017 haustið þá mér boðið að flytja erindi yfir forstjóra lífeyrissjóðanna og fann það að þetta var svona eitthvað sem var byrjað að pæla í því hvernig ætti að beita ábyrgum fjárfestingum, skoða stjórnarhætti, samfélagslegu þættina og umhverfisþættina þegar kemur að fjárfestingum. En það var allir svona dálítið hikandi og þá var ennþá umræðan, heyrðu, við erum bara að fara að sóa peningum. Fyrsta greinin sem ég skrifaði líklega 2017-18 hitti félaga minn á bankakerfinu og sagði, nú þú komin á samviskuvagnin. Og þannig var viðhorfið, en þetta er eiginlega algjörlega gjörbreytt og allir núna að hugsa hvað getum við gert, en ekki að gera nóg. Þannig að en þetta er samt með tilkomu fyrirtækja eins og Circular Solutions sem að Bjarni leiðir og nú eru félagar hans búin að dreifa sér út um kerfið, þannig að félagi eins og Circular Solutions er búin að hjálpa Landsbankanum að gefa út grænt skuldabréf í fyrsta skipti. Þeir hafa verið að ráðleggja Íslandsbanka, Íslandssjóðum, Fossum og fleirum í því hvernig það taka þetta áfram og við getum farið út í það í löngu máli. En þegar við erum að horfa á hvað getum við sem stjórnmálaflokkur gert, þá það að horfa á þetta dálítið mikið markvisst og það þarf að gera eins og Reykjavíkurborg gerði og græna planið og það mun verða enn betur kynnt eftir því sem á líður, en það er fullkomlega heildstætt plan til 10 ára það hvernig eigi að taka sjálfbærnina inn í alla starfsemi borgarinnar. Þannig að það er alveg markvisst og massíft plan. Borgin er að fara að fjárfesta 80 milljörðum á næstu 3 árum og fyrirtæki borgarinnar 95 viðbót. Þetta eru 175 milljarðar, þetta er svo langt umfram fjárfestingar sem eru tíndar til þegar ríkið er að bregðast við COVID. Þannig að þetta eru svo háar upphæðir og svo við eftir að taka samgöngusáttmálann inn í og svo framvegis. Þannig að þarna undir forystu Samfylkingarinnar í Reykjavík, í frábæru samstarfi í Reykjavík, verið að stíga þessi skref sem við erum að kalla eftir. Þá bara eftir að kynna það betur, en undir því svo ótrúlega margt og það að því varst að spyrja hagvöxtinn, það sem er grundvallaratriði í planinu að það horft á alla 3 hliðar sjálfbærninnar. Það efnahagsleg sjálfbærni, það verður að drífa efnahagslega áfram. En það má ekki ganga á umhverfið og það má enginn verða eftir. Við verðum að taka félagslegu ástæðnar inn líka. Þannig að í þessu plani þá farið algjörlega þvert á borgina og þetta þarf núna að gera í ríkinu líka og vettvangi landsmálana
Þannig að fyrir mér þetta stærsta pólitíska tækifærið í aðdraganda kosninga, þetta verður stærsta verkefnið eftir kosningar, þetta stærsta verkefnið okkar í utanríkis- og alþjóðamálum, hvernig við tölum við aðra þjóðir, hvernig við presenturum okkur, hvað við getum. Við erum fyrirfram í mjög sterkri stöðu en við erum með metnaðarleg stjórnvöld og því þarf að breyta. Þetta var svona innleiðingi mín. Já, þú varst kannski fórstu ekki sérstaklega inn í lífeyrissjóðakerfið. Já, ég skal tala... Það er bara að því að þú hefur 2-3 myndir. Já, ég skal tala þá, því að lífeyrissjóðirnir, þeir eru með 5.000 milljarða til fjárfestingar. Þeir eru að ná upp í tvöfalda landsframleiðslu, nú man ég ekki hvernig þessar tölur liggja núna eftir COVID, ef ekki skoða þær, er flinkara fólki í reikningi í því, en miðað við spárnar þá er það síðan að fara að aukast verulega. Það er í raun ótrúlega veik umgjörð þegar kemur að þessum þáttum í löggjöfinni. Það er bara sagt, þeir skulu setja sér siðferðileg viðmið og það eru lög frá 2017 og síðan þá hafa þeir sett sér siðferðileg viðmið og búið til skýrslur það. En þetta er allt svona reaktíft og defensíft, það er engin lífeyrissjóður sem er stigið fram og sagt, heyrðu, við ættum að vera til fyrirmyndar í sjálfbærnimálum, í umhverfismálum, í loftslagsmálum. Ef við horfum á norska olíusjóðinn sem er endalaus stefnuskjöl, siðaráð og svo framvegis til þess að meta það hvernig þeirra fjármunum er varið, eða bara sænsku lífeyrissjóðirnir sem eru með lögbundin siðferðisleg viðmið frá 2007 og sameiginlegt siðaráð fyrir marga sjóði. Þar er verið að fylgjast með því að peningarnir okkar sem við borgum, erum skyldu til að borga í lífeyrissjóði, sé ekki nýtast til að borga fyrir klasasprengjur eða klám eða hvað það er sem að þeir sem að eiga peningana vilja ekki að sé verið að eyða þeim í. Og þetta hefur tekið alveg hröðum framförum á síðustu árum. Það sem við erum að tala um það að kröfur sjóðfélaga er að hafa meira að segja. Og þegar við horfum á Svíþjóð, Holland, Noreg, þá er þetta bara eiginlega klappað í stein og það er verið að horfa á það. Hvernig affjárfestum við úr kolum? Við viljum ekki að lífeyrissjóðapeningarnir okkar fari í að drífa kolahagkerfi. Og núna olíuna, það er mikill slagur. Þannig að þú ert að pæla í markaðsöflunum líka, það eru nokkrir aktorar sem verða einhvern veginn að koma saman. Það eru stjórnvöld, það er fjármálamarkað, eru nú fjárfestar, það eru kröfur sem fjárfestar gera til þess hvernig fjármunir þeirra eru nýttir og þar er mikil vakning búin að vera á síðustu árum. Og síðan er það hvernig almenningur hafið sér og hvað kröfur almenningur gerir. Þannig að þetta á allt að geta verið í svona einhverjum, hvað heitir þetta, dyggðarhring, þar sem að þar sem allt fer í hring og allt vinnur hvert með öðru. En þá þurfa allir að vinna saman og við erum kannski bara í upphafi þess núna, hvernig það getur farið. Ég hef oft sagt það ef að lífeyrissjóðirnir væru mjög framsýnir og mjög metnaðarfullir á þessu sviði, þeir náttúrulega bera kannski fyrir sér stundum ávöxtunarviðmiðunum, þannig að verða ná tilteknum ávöxtunarviðmiðunum til þess að svona samkvæmt lögum. En ég hef oft sagt að ef þeir myndu gefa mjög í og kannski stærsti sjóðirnir og eins og lífeyrissjóður Vesturmanna myndu bara segja, nú ætlum við bara að fara alla fjármunina í þetta, þá myndum við fyrst sjá alvöru hreyfingu. Þá myndum við fyrst sjá alvöru hreyfingu bæði í þessum prósentölum í eignasöfnum og verkefnunum. Þá myndum við sjá allt hreyfast miklu hraðar, af því að atvinnulífið náttúrulega eru þetta að stilla sig svolítið af í stærsta fjárfestin, skilju, og allt þetta helst í hendur og helst af. En það sem að mér er svo merkilegt með ávöxtunarviðmiðin, að þessi eignasöfn sem eru græn og sjálfbær er ekkert að sýna verri ávöxtun fyrir fjárfestin, heldur en þessi hefðbundin. Eiginlega bara þvert á móti, það er eiginlega trendi sem er að verða og það verður gaman, kannski Bjarni kemur inn að því hann er meira up to date í einstökum tölum, en við erum að sjá núna að því við vorum að tala um græn skuldabréf, það voru ýmsir sem að hafa veigrað sig við að fara þangað út að þeir heldur fengju bara verri kröfu heldur en ekki. En
En bankarnir, þeir hafa verið að gefa út núna í fyrsta skipti, Íslandsbanki fyrir nokkrum mánuðum, þeir báru sig saman við Arion banka sem var að gefa út svipað bréf á sama tíma sem ekki var grænt. Íslandsbanki fikk betri kjör og núna var Landsbankinn að bjóða út á ennþá betri kjörum. Það sem gerist við útgáfu grænu bréfanna, og þetta er kannski ótæknilegt fyrir svona almennan fund, en það sem gerist er að það eru miklu fleiri sem vilja kaupa þau. Og það er fjölbreyttari hópur og það er eiginlega sko betri fjárfestar sem hafa komið að. Og þetta hefur síðan drifið áfram. Bara til að útskýra það, þegar þú gefur út grænskuldabréf þá ákveður í hvað þú ætlar að verja fjármunni. Eins og Reykjavíkurborg segir hjólastígar, borgarlínu, undirbúningur og svo framvegis, göngustígakerfi. Og svo ferðum við það til fjárfestarna og þeir eru bara áhugasamir þá og vilja vera með. Bankarnir eiga tækifæri til að fara sko enda meira, þeir gera núna almenna ramma. Ég var að skrifa það einhvern tímann grein í fyrra, á hverju tökum við ekki ferðaþjónustuna, þannig að banki gefi út sjálfbært ferðaskuldabréf, þar sem að endurfjármögnunin á túrismann núna eftir hrun, eftir COVID, verður með þeim hvata að það verður umhverfisvæn uppbygging, að bílaleigurnar fari á rafmagnsbíla, að rúturnar verði á 10 árum umhverfisvænar, að innanlandsflugið verði umhverfisvænt, að hótelin uppfylli alla standarda í því hvernig við farum með vatn eða byggingarefni eða hvað það er. Þannig að þetta þrýstingurinn getur komið að neðan, en það verður líka að koma að ofan. Og það er það sem við verðum að búa okkur undir. Það er að Evrópusambandið komið með bestu löggjöfina, hún mun koma hér. Við getum ákveðið hvort við ætlum að vera með eða á eftir. Ég held að getum ekkert sko, ég held að Sustainable Action Plani allavega sem að lítur að sé í relevant, það bara komið inn í EES-samninginn, þannig að við höfum ekkert val það hvað þetta vera með. Nei, það er bara spurning hvort við verðum ekki bara á undan, frekar en að bíða eftir þetta komi og búin að undirbúa, af því að þarna getum við, ég meina við getum farið í orkuskipti, við getum fjármagnaði. Við getum hætt að drífa fiskiskipin okkar á flúorgasi. Við getum hætt að nota svartolíu. Þetta er allt hægt. Þetta er bara spurning með ákvörðunartöku. Þetta er bara spurning um það og hugrekki og nennu þetta og ég veist þetta er gott Kristrún hefur verið að posta ykkur inn á tjatti og þetta er að því að ég hef verið mikið að garfa í andlega heiminum. En niðurlega sko að vandinn er ekki svo mikið að þróa nýjar hugmyndir heldur að ég raun að vera að sleppa frá gömlum. Og þetta er það sem að andlega heimurinn snýst mikið um. Það er þetta svona conditioning sem við erum með. Við erum með eitthvað svona samfélagslegt conditioning. Við erum með eitthvað skilyrði að hlutinir eigi að vera x, y og z. En mikið af því er ekki neitt sannleikur. Það er bara einhver hugarsný mannsins, skiljið. En það sem er vont fyrir okkur, það er að komast úr gömlu hugmyndunum. Hvernig getum við lifað öðruvísi í samfélaginu? Af því að þú veist að tala um þetta. Hvernig getum við lifað öðruvísi í samfélaginu? Með minni neyslu. Þarf ég allt þetta dót, skilur og allt þetta bara svona, þetta er alltaf þessi svona að aflæra. Við þurfum að aflæra fullt af því sem við höfum verið að gera og endurlæra. Og ég veit að því, þú veist, mér finnst mjög margir sem í þessu græna, erum bara við sem höfum áhuga á þessu. Við höldum svolítið að samfélagið alltaf funkar alveg eins. Við ætlum bara, það sem einu sem ætlum að gera, við ætlum bara að framkvæma fullkomin orkuskipti og við ætlum bara að fara algjörlega úr jarðefnaeldsneyti og svo ætlum bara á alltaf að ganga eins. Mér finnst einhvern veginn sá hugsunarháttur vera rangur. Þú veist, ég held að við getum ekkert alveg haldið þessu öllu áfram í vestrænum samfélögunum eins og við höfum verið að gera. Og þess vegna hefur COVID skapað í raun og okkur tækifæri til þess að fyrir okkur til að endurskoða einmitt. Við þurftum kannski ekki vera að fljúga á þessa fundi. Við þurftum ekki að vera, og það var alveg magnað að sjá í París, hvernig vegasamgöngur, hvað losunin varð dróst saman úr henni bara við það að vegasamgöngur einhvern veginn hættu inn í Parísarborg, skiljið. Og alls konar svona, þú veist, bara ótrúlega magnað og svona, það búið að skilja eftir sig svona fullt af rannsóknarverkefnum til að sjá bara hvaða áhrif hafði alls konar hlutir á því að hægja á samfélaginu. Bara það, þú veist, að hægja á samfélaginu. Ég ætla aðeins bara, ég held að þurfi bara þess að sjálfbærni hugsun og það er líka, það er alls konar
hagfræði konsept, það er kleinuhringurinn og það er svolítið erfitt að hugsa kleinuhring í sambandi við umhverfismál. Amsterdamborg hefur til dæmis tekið það að það sem þú hefur til að vinna með, hagkerfi sem hefur til að vinna með er markast af ytri mörkum þess sem að hefur áhrif á umhverfið og innri mörkum þess hvað þú getur lagt á hvað áhrif það hefur á samfélagið og það verður að hugsa það. En mér langaði líka því ég bara opnaði chatið og sá að það verður að vísa í Bill Gates og bara því að þeir sem eru hérna inn á þessum fundur og væntanlega áhugasöm um þessi máli. Ég hakkaði mig í gegnum bókina Bill Gates og það er eiginlega alveg frábært. Það setur þessa hluti í samhengi. Hvað eigum við að hafa í forgangi? Hvernig eigum við að hugsa þessa hluti? Hvernig mannkynið býr til hluti, ræktar mat og svo framvegis. Og að því að það er vísað þarna, ég bara hvet ykkur til að skoða það, því það er augljóslega þarna, það er áhugavert mental map fyrir okkur sem erum áhugasum það, hvernig náum við mestum árangri í þessu og kall eins og Bill Gates, tölvunörd frá Seattle, hann hugsaði, heyrðu, fyrir 20 árum voru ekki tölvur, eða 25 árum voru ekki tölvur á hverju heimili. Það hafa gerst samfélagsbreytingar. Sama Andri Snær hefur verið að tala hérna. Ef við horfum á ykkur 20 ár fyrir 100 árum, það gerðist alveg ótrúlega margt á 20 árum. Nú höfum við kannski 20 ár til þess að gjörbreyta hlutunum hér. Ja, glugginn er þröngur og já, hefur mér sýnst í öllum fræðum. Já. Eitt áhugavert, bara lokum, þannig fleiri komast að. En það var eye-opener fyrir mig að skoða þessa bók. Það var að ég hef verið mjög, óþolinmóður og við komast hratt í þetta og horfa á 2030 og bara náum við öllum okkar markmiðum til 2030. Það sem að Bill Gates bendir á í sinni bók já, við þurfum að horfa á 2030 en gætum okkar á því að taka ekki þannig ákvarðanir frá til 2030 að það komi niður á því sem gerist 2050. Þannig við þurfum, og dæmið sem hann tekur ætlum við að fara með orkukerfin í Evrópu eða annars staðar úr einu jarðefnaeldsneyti í annað. Þannig að ætlum við að fara í gasið. Og það er eitthvað sem myndi hjálpa okkur mjög mikið við að taka niður útblástur í Evrópu á næstu 10 árum en gæti komið niður á því að það sé verið að fjárfesta í lausnum til 2050. Þetta var bara aðeins eye-opener fyrir mig og mína óþolinmæði að jafnvel þó við segjum 2030 þá þurfum við líka að hafa það í huga að við séum ekki að gera grípa eitthvað sem að mun ekki, að því að við þurfum líka að hafa langtímamarkmiðin í huga. Þetta var bara svona. Já, það er góð punktur, takk fyrir þetta Kristján, en ég ætla að opna fyrir umræður og kannski segja, að því ég voru að nefna einhver skrif, ég hef til dæmis verið talsvert róttækari og verð bara róttækari með tímanum og ég held að Naomi Klein hafi eiginlega verið mestu svona eye-opener fyrir mig þegar ég las hana og kannski varðandi loftslagsmálin almennt og ég held reyndar að við séum komin á býsna góðan stað en ég tók eftir mjög snemma að lærdómskurvan svona sirka, þegar maður byrjar að skoða þetta, svona sirka ár til 2, bara að átta sig umfangi vandans. Það byrjar einhvern veginn svona, ef þú ferð að kafa í þetta, það tekur því svona 1 ár að fatta bara hversu. Já, og ég held einhvern veginn að lærdómskurvan með öllu því sem gerðist varðandi öll mótmælin í raun og áður COVID voru munið að það var eiginlega eina pólitíska umræðefni alveg í heilan vetur voru þessi verkföll, þessi umræði, þetta var stærsta máli og þá einhvern veginn svona eins og það verður þessi vitundavakning og ég held að sé mikilvægt að halda henni á lofti áfram, þetta sé ennþá stærsta máli núna því að ég upplifi látið, svona pólitíska látið, bara áhuga og bara svona hugmyndafræðilega líka pólitíska látið. Mér langar svolítið að skjóta inn í það. Það sem að, ég er svo sammála, það sem margt sem að var uppi núna og ég upplifi líka einhvern veginn að við séum með bara frekar huglaus stjórnvöld og búin að vera með allt og lengi. Algjörlega. Við erum ennþá með stjórnvöld sem skilgreina einhverja hagsmunahópa sem standa einhvern veginn utan í loftslagsvandann. Og það er eitthvað sem við verðum að hætta að gera.
Við skilgreinum einhverja hagsmuni og segjum, jú, við ætlum að leyfa ennþá bruna á svartolíu innan loks að þau töluðu um hagsmunaaðila eins og þeir hafa einhverja aðra hagsmuni eins og þessi sami bruni, þessi sami loft hafi ekki áhrif á þessa hagsmuni. Við skilgreinum einhverja aðra hagsmuni innan ferðaþjónustunnar og nei, við viljum ekki stíga of langt í að fara í að ýta af rafvæðingu þar, að við ræddum við hagsmunaaðilana og þau eru ekki með okkur. Og svo tölum við alltaf við fleiri og fleiri hagsmunaaðila og við segjum, nei, við ætlum að leyfa áfram dísilbílum að þau tölum við aðra hagsmunaaðila og maður þarf svolítið að fara að segja upp á það enginn sem býr utan við loftslagsvandann. Það býr enginn af þessum hagsmunaaðilum á annarri plánetu og er að díla við ykkur önnur vandamál. Við verðum einhvern veginn að hætta að líta á það að bara átaka fyrirtæki, stjórnvöld geta þannig að díla við hagsmuni með að segja okkur mögulega þarf þessi grein tímabundin innspýtingu til að takast á við umbreytinguna. Mögulega þurfum við að beita einhverjum hagrænum hvötum þannig að koma til móts við erfiðar aðstæður eða veikja ekki samkeppnishæfni þessara greinar tímabundið. En við getum ekki sagt, hagsmunir okkar eru að halda áfram að menga, hagsmunir okkar eru að taka ekki þátt í umbreytingu samfélagsins. Það get ekki verið hagsmunir neins, ekki til lengri tíma. Það á enginn á hagsmuni til framtíðar að verða ekki græn. Það er ekkert fyrirtæki, engin einstaklingur, engin þjóð, engin borg, engin hagsmunahópur. Og það er þarna sem að ég fyllist alltaf vonleysis til að fara af stað með einhverja stefnu, hún fyrir einhver hagsmunaaðilamat og það er eins og einhver annar bara fólkið á Mars sem á ferðaþjónustuna. Það er ekki þannig. Þetta er svo gott, við erum bara svona, ok, nú ætlum við að hætta að banna hérna jarðefnaeldsneyti 2030, svo er bara skeljungur, við erum bara hagsmunaðilar, við getum ekki verið með í þessu og þá þurfum við að taka mið að sjónarmið skeljung sem fyrirtækis íslensku, þú veist, þetta er absúrt, mér finnst þetta absúrt umræða, þetta er bara skaðlegt efni sem er að eitra jörðina, vera að valda bara því að eftir einhvern x tíma í sama uppgangi getum við ekki búið hér, þannig að við þurfum bara að fá Elon Musk til þess að þróa einhverja massleiðungra, skilur við, þannig að þú veist að þetta er ekkert, ég veit ekki, já, ég er bara, mér finnst þetta svo góða punktur hér, ég er bara að taka undir þetta, en ég ætla að opna gólfið fyrir umræður og vona þær verði frjóar og ég ætla bara að segja ykkur að við ætlum að nota tjatti og þeim eiginlega byrja að setja bara mælindskrá bara þeim sem viljið, og sem eru spurningar og ef það einhverjar svona yfirlýsingar sem ég skil það bara að gera það, þá höfum við bara eitthvað svona tímaramma fyrir þetta, þú veist, eitthvað mínútu eða 1,5, eitthvað svona. Ef einhverjir sem eru þarna á gólfinu eða eru á fundinum. Það er enginn sem vil tjá sig. Ég sé ekki neitt, sko. Ég veit tjáttinu. Jú, Kristrún, gaman að heyra þér. Hæ. Herri, ég set vídeo á, ég er samt í ótrúlegri kvefpest, þannig að þið verður bara að afsaka útliti. Ég veit svo sem ekki hvert ég hafi eitthvað rosalega mikið við að bæta, en ég var mjög svona uppnumin þegar þið voru aðeins að tala lífeyrissjóðina og þetta er eitthvað sem ég er mjög hugsi yfir og held að stjórnvöld og bara þetta samfélkingin ætti að beita sér svolítið fyrir vegna þess að ég vann talsvert mikið með lífeyrissjóðunum í mínu síðasta starfi og hefur verið mjög svona hugsi yfir svona mandatinu sem er í sjóðunum vegna þess að þetta er svona ekta dæmi hvað ég segja, það er allir svolítið að hugsa sjálfa sig og það skaðar heildina, að fólk er svolítið fast í sínu mandati og það er mörguleiti mjög skiljanlegt hvernig fjárfestingarákvarðanir fara fram vegna þess að þeir telja sig bara vera að fylgja ákveðnum lagaramma. Og ég held að þetta hafi komið hvað skýrast fram í núverandi ástandi þar sem við sáum sko að við lentum í þessu svakalega sjokki sem náttúruhamförum og ríkissjóður þurfti bara einfaldlega að fjármagna sig til þess að geta hjálpað einstaklingum út úr þessu áfalli. Og það gekk ekki að fá lífeyrissjóðina í að kaupa ríkispappíra vegna þess að eina viðmiðið var ávöxtunin. Í staðinn fyrir að horfa til langstíma bara, hver er arðsemin að því að standa með samfélaginu í gegnum þetta ástand. Og ég held að sko þetta, ef okkur tókst ekki þetta í þáverandi aðstæðum og núverandi aðstæðum, þá er ég bara mjög hugsi yfir það varðandi græna fjárfestingar vegna þess að þessi mælimarkmið sem eru notuð hjá sjóðunum, þau eru svo,
hvað ég segi, þau eru mjög svona tímabundin ávöxtunarviðmið. Þau miðast á svona einhverja hluti sem algjörlega hægt að njörva niður, því að það svo ofboðslega margt í samfélaginu sem ekki svona auðveldlega fært til bókar. Og ég hef svolítið verið að reyna að berjast fyrir því og vona þessi fleiri sem sammála því að sko umhverfi lífeyrissjóðanna verði breytt að því til að minnsta kosti svona mandati þeirra að þeir fari meira að miða af því sem var upphaflega hugmyndin að þeir eru að tryggja neyslugetu og svona lífskjaragetu bara fólks í framtíðinni frekar en eitthvað arðsemis markmið. Vegna þess að ef það bara arðsemi, þá getum við tekið sem dæmi að lífeyrissjóðir getur tekið öll iðgjöldin sín, tekið út úr landi, fjárfest í Apple, Google, þessum fyrirtækjum sem eru að fá rosalega mikla ávöxtun. Upplifa þá að þau sé að fá mikla arðbærni á hverju einasta ári. En hvað gerist svo eftir 10, 15, 20 ár þegar þessi peningar eru teknir aftur inn í hagkerfið? Þá lítið búið fjárfest í landinu, við erum ekki komin á sjálfbæran stað og þessi peningar fuðra bara upp í verðbólgu. Og ég held að það vanti svolítið svona stærra sjónarmið á í rauninni bara arðsemi hjá lífeyrissjóðunum. Og þetta ekkert ekstrem ef við hugsum út í þetta. Við erum ekkert að tala um að kasta þessu út um gluggann. Það bara margt sem ekki almennilega mælanlegt og ég hef verið mjög hugsi yfir þessu og við fengum þetta svo mikið andliti núna að við sáum fram á það að Seðlabankinn gat ekki beitt sér almennilega í þessari kreppu. Við þurftum að fara í erlenda gjaldtöku. Þetta rosalega mikið sjokk finnst mér fyrir kerfið að við gátum ekki fjármagna okkur í þessu ástandi og þetta samt rosalega akút, hvað þá varðandi loftslagsmálin sem svona fyrir mörgum svona svolítið slow burn, Þannig að nú að fara fram Já, nákvæmlega. Og þetta mun náttúrulega lenda í andlitinu okkur seinna meir en og líka kannski og ég nú aðeins skrifa þetta áður þessi fókus á að gera allt á 100% markaðslegum forsendum, þetta styðja við fólk og fyrirtæki allt á markaðslegum forsendum í núverandi krísu og þarna fengum við þetta alveg í andliti þegar við vitum að það er svona mikill markaðsbrestur í kerfinu og nú ekki að tala um að það bara eitthvað sósíalísert allt saman, það ekki punkturinn minn, það bara svona kannski þetta svolítið neikvæð innkoma hjá mér, mér fannst þetta að vera svo einhvern veginn eye-opening í þessari stöðu sem við vorum núna í, hvernig kerfið brást og ég veit að það núna að fara fram einhver grænbókavinna stöðu lífeyrissjóðanna og ég vona svo sannarlega að þetta komi inn í umræðuna það að skapa fólki sem vinnur hjá þessum lífeyrissjóðum af því það þetta bara heiðarlegt fólk sem vill sinna sinni vinnu og við verðum að hugsa hvernig þau standa frammi fyrir hlutunum. Þau mæta bara stjórnarfundi og reyna að bera ákveðna hluti undir eitthvað. Það mismikil þekking í þessum stjórnum og fólk treystir sér oft ekki til þess að taka stórar ákvarðanir vegna þess lífeyrissjóðin hafi líka gegnum tíðin oft fengið bara í hausinn einhverjar slæmar fjárfestingar sem á bókunum virtust lélega, en kannski voru samfélagslega sterkar, það alls konar umræði kringu það. Þannig að ég myndi svolítið vilja að við bara sem hópur, bæði þessi stjórnmálaflokkurinn líka bara í heild sem taka þátt í svona umræðu, sýndu svona meiri stuðning gagnvart lífeyrissjóðanna stöðuna sem þau eru í og við færum þeirra umræðu arðsemismarkmið á svolítið annan stað vegna þess að þeir fá þetta bara mjög oft í hausinn, bara hver var ávöxtunin í fyrra. Takk eftir, það allir sjóðirnir að auglýsa hver ávöxtunin þeirra var í fyrra. Akkurat, alltaf miðað við ávöxtuna á ársgrundvelli, í staðinn fyrir að horfa til lengri tíma, bara nákvæmlega svo að segja og einmitt og taka inn svona þessi samfélagslega þætti inn í bara, einmitt þess að segja hvernig mælu við, arðsemi á einhverju, að til dæmis bara halda hreinu náttúru eða hvernig að bjarga jörðinni, getum við sett það inn í formúluna fyrir ávöxtunarviðmið. Ég meina eiga þeir að bera ábyrgð á því að þeirra lífeyrisþegar við gott land við því hvað með þess þetta svo miklu meira en bara arðsemi sem mælandi til hvers árs og þetta hljómar oft ekstremi fólki af því að fólk fer í vörn sem mjög eðlilegt þegar fólk hugsa ég vil ekki að minn peningur sé bara settur í eitthvað svona fluff það verður að endurramma umræðinu svolítið á það að neyslugeta eða lífskjarageta verður ekki góð nema að það sé setta á nýja staði og það þarf að valda fólki sem vinnur í lífeyrissjóðunum til þess að geta tekið svona ákvarðanir og fengi stuðning í stjórn og það ákveðin bara lagarammi sem fylgir lífeyrissjóðunum sem þarf að taka á þar. Við fórum aðeins yfir það, ég meina það alveg hægt að setja það sem bara inn í lögum skilgreiningu lífeyrissjóða, bara að setja ákvæði það að fjárfestingarnar skuli vera sjálfbærar. Það bara mjög einfalt, það bara lagabinda og þá er þið bara bundnir að því og það mætti þá jafnvel gefa afslut á ávöxtunarviðmið. Þetta eitthvað sem það ekkert mála að gera það.
En þetta bara svona spurning pólitískan vilja aftur og metnaðarfullan pólitískan vilja og hafa hann og keyra það eftir. En ég man eftir, ég nefnilega fór og hitti Ragnar í VR haustið 2018 til að tala nákvæmlega þetta. Og þá kom mér mjög óvart að það hafði bara mjög lítil umræða farið fram þetta í lífeyrissjóðnum. Bara nánast ekki nein. Þú veist, það alveg bara, hvar eru þeir að stýra peningunum? Hvert eru þeir að fara með vegna þess? Það bara, hlutinir hreyfast bara á tvennan hátt. Þannig að almenningur þrýstir á stjórnvöld og þingmenn til þess að gera eitthvað, meðal annars með social disruption og verkefnum og alls konar. Þetta er alvöru aðgerðir. Það er mjög, þú veist, frumkvæðið er eitthvað hjá stjórnvöldum, en þetta er bara, ég tala bara sögulega. Og svo þegar að fjárfestirinn, peningarnir hreyfast, sem er náttúrulega lífeyrissjóðirnir, það langsamlega stærsta fjárfestirinn í Íslandi. Þú veist, þegar þetta gerist, þegar þetta tvennt fer saman, þegar fjárfestirinn fer líka að segja, þá hreyfir allt atvinnulífið sitt, og þá munið þeir bara segja, peningarnir vilja þetta, og þá ætla ég bara að búa það til. Þá ætla ég bara að vera í lífrænni matvælaframleiðslu. Þá ætla ég bara að vera að fjárfesta þá förum við bara með alla peningana í því að koma okkur alveg út úr, alveg inn í raforkuna, þú veist, þá förum við bara í þessa grænu lausnir. Það er allavega, þetta er allavega eins og ég hef skilið hlutina að hingað til. En ég er með alveg hellings eitthvað fólk á mælskrá. Árni og svo er Rósa og svo er Bjarni að það skjóta aðeins inn í umræðinu. Já, sælverði, það er ekki þess að við þekkjum einnig hérna, en ég Árni heiti og bý á Húsavík og búin að vera þar mörg ár og tekið þátt í atvinnurekstur og ýmsu, meðal annars að rafmagnsvæða skip og fjárfesta í grænni tækni. Reyndar komin með þá tækni til útlanda núna vegna erfiðs umhverfis á Íslandi. En mér finnst þetta að vera bara gríðarlega fínt tækifæri og ég sjálfur bind mjög mikla vonir við það að Samfylkingin taki alvöru frumkvæði í umhverfismálum. Því það er einhvern veginn þannig að þegar kemur að þessari hefðbundnu klassísku umhverfisvernd hér á Íslandi og þá ekki síst VG sem er í mínum huga fyrst og fremst svolítið íhaldssamur þjóðernisflokkur sem að stendur vörðum úrelt hagsmunakerfi og framleiðslukerfi, landbúnaðarmálum og fleira. Og sérstaklega ætla hann líka að taka undir með Kristjána sem var að tala með mér hvað gjaldþrotið er mikið hjá VG, þeir hafa nákvæmlega ekkert fram að færa. Og þeir voru að tala endurreisn eftir COVID núna, þá tók ég einmitt sérstaklega eftir því að umhverfisráðherra minntist ekki einu orði á græna endurreisn á hagkerfinu hjá okkur. Og ég er líka algjörlega sammála því að það er gott að fá menn eins og Bill Gates sem að horfa hlutina svolítið skýrt. Og hann segir við verðum að taka á málunum það sem skiptir mestu máli og hann nefnir 3 svið sem skipta mestu máli í dag kannski. Hann nefnir stálframleiðslu í heiminum, hann nefnir sement, hvort sig, svona cirka 7% af loftslagsvandanum og svo nefnir hann kjöt sem þá eins og hvoru tveggja sama 14% og landnotkun á heimsvísu 40% af vandanum en við erum eltast í flugi sem er 2,8. Þannig að svona spurning svolítið hvar okkur berum niður. Það er líka áhugavert að nú er búið að greina vistsporið af kjötframleiðslu á Íslandi og ég held að vistsporið bara af því kindakjöti sem við flytjum út er jafn mikið eins og öllum landsamgöngum. Og þetta er útflutningur, þannig að tala og ef maður vilja skoða þetta þá eru konar mjög nýja skýrslur núna frá Landbúnaðarháskólanum þar sem er búið að rekja vistsporið við íslenska kjötframleiðslu. Og þarna er svona einn af fílunum inn í herbygginu sem enginn þorir að minnast á. Við erum kannski að borga einum bónda á 10 árum 100 milljónir til þess að framleiða kindakjöt. 1/3 af þeir fluttu til útlanda. Og við getum spurt hverju skilar það þá inn í sveitirnar. Þannig að það er nóg að taka. Þannig ég segi það er mikilvægt að við förum að fá einn á það svona fókusera stóru umræðu, stóru sviðin. Og þegar við tölum grænu byltinguna þá er þetta græn iðnbylting sem við erum að tala og þá er líka spurning getur kapitalismin bjarga málunum og þá verður náttúrulega að hugsa tilbaka að allar þær tækniframfarir og þróun heimsins hafa náttúrulega gerst ekki af eða ákvörðun stjórnvalda heldur af lausn á tæknimálum. Það var ekki pólitísk ákvörðun að hætta með olíulampann og fara í rafmagn, það gerist með öðrum hætti og það er eins með núna rafmagnsvæðingu í bílum, það var ekki pólitísk ákvörðun, það er tæknin sem vindur áfram. Og við þurfum að klára umræðan í mörgum stórum málum, til dæmis orkumálin. Það er engin umræða það dag núna, þessi græna iðnbylting í heiminn, hún þarf gríðarlega mikið af grænni orku. Það er lítil umræða átt sér stað, öllu tækifæri sem Íslendingar hafa í vindorkunni, hvernig ætlum við að leysa það?
Það þurfi enginn að taka umræðan sæstrenginn, það myndi margfaldast eða stór auka hagkvæmni kerfisins hér heima að vera að tengja stærra umhverfi þar sem við getum fengið mun meira verð fyrir raforkuna. Ég held að sé eitt sem við þurfum að horfa, við erum að taka kolefnisskattarnir, ETS-kerfi sem við erum hluti af er náttúrulega bundið við Evrópu, en það mikill kolefnisleki vegna þess að fartalan sem ég nota, hún sennilega flutt inn frá Kína og þar það 22 tonn af kolefni, 22 tonn á hvert framleitt áltonnið, meðan á Íslandi það 5 tonn eða 6 tonn. Þannig að það alls konar svona og ég held að Bill Gates og Evrópusambandið vilji taka þá þessa hugsunarsetja kolefnistolla á landamæri. Þannig að það mjög, mjög margt svona sem að við þurfum að skoða. Við þurfum líka að passa að það sé ekki verið að framkvæma grænþvott á vegum ríkisins. Við höfum engar almennilega vottanir innan landbúnaðarkerfisins hjá okkur ef við ætlum að vera með vistvæna landbúnaðarframleiðslu. Þannig að þetta eru gríðarlega stóra spurningar og ég algjörlega sammála því að það þarf að setja líka þá þessa kröfu á ávöxtun fjármagns og að gera fólki auðveldari að komast að því hvernig peningarnir eru notaðir hjá okkur. Þannig ég segi það alveg geysilega stór verkefni framundan hjá okkur og þá vorum við að taka þeim málum ekki kannski á forsendum þessari klassísku gömlu ortodox náttúruverndar, það voru að gera það á forsendum vísinda eins og við að gera núna mikið hjá Sameinuðu þjóðanna. Þannig ég með nokkur innlegg inn í þetta mál. Og ég hjartanlega sammála Bill Gates og öllum við þurfum að taka á málunum það sem skiptir mestu máli og það sem tækifærin eru stærst. Það ekkert spennandi, það ekki lítið spennandi að bjarga heiminum. Það eitt verðugasta verkefni að bjarga plántinu. Því ef þá þessu stór verkefni þá þau samt öll niðurbrjótanleg. Maður borðar fílinn bara í einu biti einu, eins og sagði maður borðar fíl í einu biti einu. En svona Bjarni og Kristján, takk Árni og gaman að heyra af þínum kannski hvað þú að gera. Mér finnst þetta alltaf skemmtilegt að ég heyri í fólki, ég hitti fólk sem að gera, að vinna með grænþvottana, að taka þátt í að vinna með þetta raunverulega. Já, Rósa næst og svo Bjarni. Já, komið sæl og bara takk fyrir mjög áhugaverðan og góðan fund. Virkilega góði punktar sem hér að koma fram. Bæði það sem varðar lagaumhverfið, getuleysi stjórnmálana og svo viðskipta atvinnulífið og lífeyrissjóðina. Þetta allt saman risastór verkefni sem að blasa við okkur og ég tek hjartanlega undir það sem einhver hafa sagt hér að það hef alls ekki verið tekin og róttæk og djörf skref á þessu kjörtímabili. Sem algjör miður vegna þess að á sama tíma það hefur verið að missa tíma, mjög dýrmætan tíma til þess að undirbúa róttækar og djarfar aðgerðir sem við þurfum að ráðast í hvort sem okkur líka betur eða verð. Ég langaði bara aðeins til þess var aðeins varðandi lagaumhverfi lífeyrissjóðanna, það náttúrulega var árið 19 hafa verið gerðar breytingar á lögum lífeyrissjóð og starfsemi þeirra og fyrir það bil 4 eða 5 árum þá var bætt við hugtakinu siðferði inn í fjárfestingakröfu lífeyrissjóðanna. Það þurfti að uppfylla skilyrði siðferði. Án þess að það væri nokkuð útfært eða túlka nánar í lögunum. Þetta bara svona eitt dæmi það að lífeyrissjóðanir hafa líka verið svolítið lost í því hvað tæki þeir hafa til þess að miða sig við þegar kemur að fjárfestingunum. Og það svo skrítið að enginn þeirra hefur þorað að taka djörf skref sjálfir til þess að taka frumkvæði því að fyrir að fjárfesta í grænum fjárfestingum. Síðan það náttúrulega alls konar hlutir sem eru líka mjög slæmum málum. Við erum með rammaáætlun sem sett var orkunýtingu, ákveðið kerfi sem var sett orkunýtingar kosti okkar í tíð ríkisstjórnar VG og Samfylkingarinnar 2009 og 2013. Það ágæta kerfi hefur verið í lamasessi í 5 ár og meðan að það hefur verið í lamasessi þá hafa engar ákvarðanir verið teknar varðandi orkunýtinguna og heimurinn hefur bara flogið áfram á meðan.
Síðan það, síðan langar mér bara aðeins að segja, sko, á meðan að rammaáætlun hefur bara legið í láðinni og ekkert verið gert, og þá hefur verið smíðuð orkustefna hér á kjörtímabilinu, þar sem ekki mátti nefna orðið stóriðja, mátti taka inn í orkustefnuna stóriðja, eða hver stefnan og sýnin stóriðja á Íslandi. Og þetta náttúrulega bagalegt vegna þess að núna bara síðustu árum þá hefur til að mynda samkeppnishæfni Íslands á raforkumarkaðnum í heiminum snarfallið vegna þess að það er fjölgað umhverfisvænum orkukostum á svæðunum í kringum okkur, til að mynda vindmyllum og svo framvegis. Þannig dóttir mín komin á fund, þannig að bara gaman að þessu, heimilislega. Þannig að verð á orku í kringum okkur hefur fallið núna undanfarið alltaf 61%. Þannig að Ísland situr uppi með þá stöðu að vera ekki eins samkeppnishæf þegar kemur að ódýrri orku, vegna þess að við höfum verið að selja okkur mjög ódýrt, en við erum farin að falla úr því vafasama toppsæti. Og síðan erum við ekki með neina stefnu eða sýn þegar kemur að orkustefnu, þegar kemur að stóriðjunni og þungamálmunum. Á sama tíma og kísilverin á Bakka og í Helguvík hafa verið að sýna fram á þau eru ekki að fúnkera, eru ekki með rekstrarhæf, og Straumsvík, álverið Straumsvík hefur verið bara nánast bjargað núna, að manni virðist, núna fyrir nokkrum dögum síðan, til þess að bjarga cirka þeim 400 störfum sem þar liggja undir. Þannig að það er ekkert plan það hvað að taka við, hvert við ætlum að stefna eftir að þessar stóriðjustefnu sem við rekið áratugaskeið, þegar henni lýkur, og við vitum að henni mun ljúka. Þannig að þetta er svona stóru spurningarna sem að blasa við okkur, og það er líka svolítið slæmt eins og hér er komið fram að Ísland í öllum sínum viðmiðum útblástur þorir ekki að takast á við útblástur og samgöngum og iðnaði. Og hvernig í ósköpunum getum við ekki gert það? Það er mér allavega óskiljanlegt. Þannig að þarna eru svo mörg tækifæri fyrir Ísland til þess að stíga miklu fastar og ákveðnar niðurfæti og búa til verðmæt græn störf, og við þurfum náttúrulega líka að segja það við fólki sem við viljum að kjósa okkur, og líka hugsa það að við viljum líka að umhverfismálin, loftslagsmálin og allt þetta sé gert með hag okkar allra í huga. Ekki bara búa til velmenntu efralagsstörfin, heldur það búið til samfélag sem við viljum búa í og er gott fyrir okkur öll. Akkurat. Og það held ég að það samræmist við ábyrguleiðina og græna planið og svo framvegis sem að Samfylkingin hefur verið í forystum. Lent og gott í bili. Kæra þakkir fyrir þetta, Rósa, og þetta innlegg og einmitt að ræða þessa starfsemi og það sem er kannski í gangi núna, eins og verið að bjarga Straumsvík, og það er ekki, sko, þetta er svona, þú veist, þetta er svona dæmigert íslenskt einhvern veginn, svona fyrirbrigði. Það er ekki plan. Það er bara aldrei, já, það er bara, bara, þú veist, að setja peningi hitt og þetta og svo, að því það þarf að bjarga þessum störfum einhvern veginn, sko, ég man einhvern tímann eftir hrun, þá var það ekki Sjóvá, og einhvern dælt einhverjum 16 milljörðum í Sjóvá en ekki önnur tryggingafélög, þú veist, og það var engin, sko, einhvern veginn röksemdafærslan var lítil sem engin, þessi einhverju peningar sem töpuðu sér síðan með einhverjum hætti, sko, það er bara svona eitthvað svona bara handahúskenndar þú veist, ákvarðanir teknar sem að velti fyrir sér, er það út af einhverjum tengslum einhvers staðar, eða er það, skilur, tiltekna aðalega við eitthvað X, eða, þú veist, ég held þess að þetta vera fóður á þannig sérstaklega, en ég bara svona, þetta er bara svona, þó það er akkurat það, og það er kannski hvatning til þeirra sem eru hér að fara að leiða flokkin áfram og svona í lokin að vera með að gefa þessum málum svolítið svona ríkan gaum, myndi ég segja, og einmitt að hugsa þetta svona allt stórt og kannski ekki vera alltaf eins og til dæmis bara aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, hún er náttúrulega bara svona smækku mynd, það var engin pólitísk sýn í henni, það var bara tick the box, af því að þau þurfa að skila þessu NPR, þau þurfa að skila þessu samkvæmt Parísarsáttmálanum. Það var engin svona, við sjáum fyrir okkur sjálfbært Íslandland, þar sem við erum með þetta og með lífræna matvælaframleiðslu, við erum með allt, við erum með rafmagnslaust Ísland, þú veist, það var aldrei neitt svona vision
það þarf að vera, pólitíkin hlýtur að þjóna þeim tilgangi að leggja fram sýnina. Og svo eru embættismenn til með heilt kerfi til þess að afgreiða það sýn. En já, Bjarni næstur á mælska. Já, ég vildi bara rétt chipinn og kannski bara rétt að taka fram svona með hvernig umræðinu fyrir. Ég semst ekki í Samfylkingunni og ég ekki í framboði heldur, en ég bara koma sem sérfræðingur á borði. En bara margt mjög áhugavert að hlusta á svona ykkar sýn á þennan málaflokk. Og mjög gott innslag skemmtilegt frá Kristrúnu áðan aðeins varðandi lífeyrissjóðina og náttúrulega svona bara rétt að bara svona nefna nokkra punkta í samhengi við það og náttúrulega bara fyrir umræðun áðan frá Kristjáni líka og fleirum að það hefur verið svona áhugavert að fylgjast með lífeyrissjóðunum akkurat út frá þessum málaflokki, út frá mínum sjónarhóli sem svona aðila sem svona kannski svona djúpt í þessum sjálfbærnimálum búin að vera svona síðustu 3 ár. Það hefur verið bara áhugavert að fylgjast með hvað þetta veltur líka svolítið mikið bara á einstaklingunum í lífeyrissjóðakerfinu. Hvað í raun og veru einstaklingarnir sjálfir eru svona mismetnaðarfullir eða bara áhugasamir að skilja raunverulega út af hvað svona þessi sjálfbærnimál og loftslagsbreytingar snúa og hvað tækifæri eru í þeim. Þannig að maður í samtölu mínum við lífeyrissjóðina þá sér maður svona hvaða einstaklingar hafa lagt raunverulega á sig vinnu við að svona skilja hvað þetta snýst og af hverju þetta mikilvægt og hvaða value í þessu. Og svo náttúrulega líka bara áhugavert að vissulega mikilvægt að lífeyrissjóðirnir eins og þið hafi mörg nefnt að lífeyrissjóðirnir eigi að setja meira fjármagn í grænt eða sjálfbært en maður hefur heyrt svona á markaðinum að þetta náttúrulega veltur líka mikið á framboðinu og þú veist, og það var út af hænun og eggið, þú veist, hvort það var að koma undan framboðið eða eftirspurnin, kannski á sama tíma bara og svona kannski ekkert einfalt í því, en það svo áhugavert að til dæmis bara Íslandssjóðir sem stofnuðu fyrsta græna skuldabréfasjóðinn 2019, það hefur ekki ennþá komið annar svona grænn sjóður eftir að þeir gerðu það í raun og veru. Þeir stofnuðu sinn sjóð, voru tiltölulega framsýn að stofnuðu sjóðinn í raun og veru þegar voru bara 2 skuldabréf eða 1 skuldabréf á markaðnum búið að gefa út. Þannig að þau svona tóku svolítið sénsinn virtist vera. En síðan hefur ekki komið neinn annar spesifískur svona sjálfbær eða grænn sjóður, hvorki hjá hinu bönkunum í eignastýringarfyrirtækjum. Þau eru mörg hver farin að fjárfesta í svona verkefnum, en ekki ennþá komin svona dedicated sjóður sem áhugavert í sjálfu sér svona 1,5, 2 ár eða 2 árum síðar, að það hafi ekki gerst, sko. Þannig og svo bara náttúrulega ég sammála þessu sem að Kristur nefnir að mandatið eigi ekki bara að liggja í ávöxtuninni sjálfri tölunni heldur þurfa að líta svolítið og draga svona stærra mengi inn sem náttúrulega þetta svona ESG og sjálfbærni mengi. En svo að sama skapi telji mig líka hafa einhver einsýn inn í ef að sjóðirnir séu svona að reyna að innleiða þá hugmyndafræði inn í sína fjárfestingar en tekur vissulega tíma og ef maður horfir bara á heiminn í heild og Evrópu þá eru svona þær aðferðafræði að finna þetta út svona flóknar og tekur tíma einhvern veginn að vinna þær inn í kerfið. Þannig að þetta svona margt ekki einfalt í þessu en svona bara nokkuð 2% svona að því hvernig ég sé hlutina allavega. Já, þetta var mjög skemmtilegt innlegg, sérstaklega þetta með að það sé bara 1 sjóður, grænn skuldabréfasjóður, það rétt eða bara 1? Síðast ég vissi þá var það eini svona dedikeraði sjóðurinn. Það alveg nokkri sjóðir sem eru að fjárfesta í grænum skuldabréfum sem hluta af öðrum fjárfestingum.
En þessi held ég ennþá bara eini dedikeraði, eða svona, og með það nafn, og með þá fjárfestingarstefnu. Kristján síðastur mælskrá, mér sýnist enga fleiri áður en ég loka fundinum. Ég hafði þau áhugavert að segja fyrir því samt af því að ég veit að Kristján var að vinna hjá Ármanni Þórðarsyni. Ég hitt hann daginn og var að segja við hann, jæja, hvað ætla að gera í þessum grænum málum og svona hvað þið að gera og ég var með eitthvað svona, hittist bara svona á Kjarvalsstofu og það var, ég veit ekki hvort að mér fannst hann einhvern veginn vera rosalega fátt svör á bankastjóra, Kvíkubanka, hvað væri svona þeirra gameplan í því. Og svo nefndi ég eitthvað við hann að ég sagði, já, þið getum bara bjóða lægri vexti til fyrirtækjalán og lægri vöxtum sem að uppfylla eitthvað græn viðmið, þú veist, og hún fannst það nú held ég bara pílítið fyndið, sko. Mér fannst þetta bara mjög lógist að vera svona proaktífur í því, en þetta er bara það að því að við erum með getum við kapitalist fjármálakerfi gengur út á hagnað. Það gengur fyrst og fremst út á efnahagslegar forsendur. Það er skila arðsemi og þannig að þú veist, það að fara, sko, allt þetta gengur út á það að græða peninga að það getur alveg þurft að vera þannig að það þurfi eftir tímabili að fórna þessum alveg sem er lífeyrissjóðum og í raun og veru fyrir ríkið og í raun og veru fyrir banka líka ef allir að það leggist á eitt. Að það frekar að horfa til lengri tíma vegna þess á jörð þar sem ekkert gengur, þar sem búið að ganga það mikið á þann frá jarðarinnar, þar verður ekki til nein efnahagslegur ávinningur. Það þarf einhvern veginn að koma því á framfæri og menn skilji það algjörlega. Það er engin efnahagslegur ávinningur á jörð sem stendur ekki undir sem er í hamförum, sko. Og það er eins og menn eigi ekki bara erfitt með að fatta þetta því að þú veist, hugsun fólks er bara ársgrundvilli eða 4 ára eða eitthvað skilji, eða bara bíllinn sem ég ætla að kaupa á morgun. En þannig að takk fyrir mig og Kristján. Já, bara eitt sko sem sagt, þegar við erum að horfa á ávöxtun og lífeyrissjóðirnir gerir ákveðna ávöxtunarkröfu og þurfa að vera á 3,5%, þá er semst umræðan út í heimi farin að snúast töluvert það að þessir fjárfestingarkosti sem áður þótti mjög eftirsóknarverðir eins og kol og olía og hvað það þeir eru hreinlega á líftíma fjárfestingarinnar varasamir og hættulegir og líklegt að þeir klikki. Þannig að vilji fjárfestir taka minni áhættu, þá á hann að fjárfesta í eitthvað sem er grænt og á framtíðina fyrir sér, frekar en eitthvað sem er grátt og er að deyja. Þannig að þessi umræða er komin út í heiminn, hún er ekki komin inn í íslenska fjármálakerfi. Lokum langaði mig bara aðeins að taka af öllu því sem við erum búin að ræða, þá er kannski tvennt sem að stendur upp úr og þarf að gera. Það er annars vegar að það verði búin til grænt langtímaplan fyrir Ísland og inn í það er hægt að taka margt af því sem við höfum rætt hérna. En það þarf að vera pólitískt projekt, það þarf að vinna það núna fyrir kosningar og það þarf að keyra það eftir kosningar í ríkisstjórn sem við getum átt aðild að. Rétt. Eins og Logi sagði í byrjun, það er það sem að næsta ríkisstjórn getur verið mynduð. Þannig að það er númer 1. Númer 2 er að taka fjármálamarkaðinn og við höfum rætt aldrei lífeyrissjóðina og það er akkurat áhugavert vegna þess hvað eru miklu fjármuni þar geymdir. En við þurfum líka að horfa á það eins og þegar við erum að benda á hérna í umræðunum að fjármálakerfi sjálft er ekki komið, eignastýringin er ekki mætt, fjárfestingarkostirnir og það finnst mér vera svona næsti hóll til að slást á, það er hvort að eignastýringin geti raunverulega að það sé ykkur sem ætla að taka skarið þar í því að bjóða upp á einhverja leiði, því að ef ég væri að stýra lífeyrissjóði þá myndi ég vera rosalega óþolinmóður gagnvart því að eignastýringi sé ekki með nein svör fyrir mig og ég myndi þá bara frekar fara út í heim með peningana og sleppa því að borga ykkur á þóknun hérna innan þess. Þannig að mér finnst að vera hættuspil fyrir íslenska eignastýringu takist að skapa hana þrýsting á lífeyrissjóðina sjálfa að af hverju ættu þeir að vera að borga þóknanir fyrir einhverja innlenda aðila sem eru langt fyrir aftan í röðinni. Þannig ég held að það þurfi að horfa á fjármálamarkaðinn, það þarf að horfa á lífeyrissjóðina, það þarf að vinna með löggjöfina. Það eru 2 þingmannamál inn í þinginu, annars frá Andrés Ingi og hins frá Hönnu Katrínu, sem fjalla svona ákveðna þætti í lífeyrissjóðunum,
Hanna Katrín með jafnréttismálin, Andrés Ingi með útilokun á fjárfestingarstefnu og græna fjárfestingarstefnu fyrir lífeyrissjóðina og þetta eru þingmannamál sem eru tiltölulega litlar líkur á að gangi eftir en eru góð hvort fyrir sig en það þarf að fara í miklu stærri mál gagnvart lífeyrissjóðunum, það þarf að fara að vinna í raunverulegri heildarendurskoðun þegar kemur að þessu fjárfestingum og við þurfum bara að líta til nágrannalandanna til að sjá hvað eru áhugaverðar fyrirmyndir í því. Þannig að ég held að það sé eitt af því sem við þurfum að hafa svolítið vel á taktinum og vera tilbúin með þegar við komumst inn í ríkisstjórn. Já, Kristján, takk kærlega fyrir þetta innlegg. Mér varst einmitt gott að ljúka fundinum með einhverjum svona svipum nótum og þú varst að slá út hérna með sem er leiðin áfram og fyrir flokkinn er leiðin klárlega áfram svo að vera mætt með framsýna hugsun og pólitíska sýn, framtíðarsýn og í þessum málaflokki og vera bara stórhuga og djörf og ég meina Ísland hefur alla burði og miklu meira en það til þess að vera svo grænasta umhverfisvænasta land heims og algjörlega leiðandi á því sviði. En það lítil. Þið sjáu bara, þú veist, Pfizer eða hverju voru sem vildu koma hérna og gera einhverja rannsókn á, skilur við erum bara þannig mengi og smæðin veldur því og auðvitað það bara okkar orka og allt það sem við eigum að fyrir okkur ætti þessi umbreyting í Carbon Free Society og í raun og veru miklu fleiri tilraunir, græna tilraunir, ég ætla bara að kalla það, græna tilraunir. Það er reyndar ekki tilraunir en það er þetta bara að hugsa um eitthvað annað. Að vera í raun og veru við erum að vera miklu djarfari í því og óhræddari við að vera bara svona tilraunar land yfir höfuð, bara lýðræði, hvað var það lýðræði og mannréttindi og svo framvegis, skiljið, af því að það er svo auðvelt fyrir okkur að vera og það er bara tekið svo mikið mark á því á hvað þessi pínulitla þjóð er að gera í raun og veru og við höfum alveg fáránlega stóra rödd á alþjóðavísu með við smæði landsins, skiljið. Þannig að ég held að það sé freka vandinn að bara hugsa nógu hvatningin sé að hugsa nógu stórt. Það sé eiginlega fyrst og fremst málið og ekki skorti mannskapinn augljóslega í flokknum til þess að vinnast líka og ekki bara með pólitísku svona einhverjum fallegum sýnum heldur bara við eigum í raun og veru skjöl og einmitt það eru alls konar þingmannamál, það er alls konar verið það er rannsóknarvinna hvað er að gerast út í heimi best practices þar og það er í raun og veru ekkert mál fyrir okkur fyrir flokkinn að gera þetta vel þannig að það væri líka raunhæft ekki bara og bundið jafnvel á ársgrundvelli en ekki alltaf svona, þú veist, 2030 eitthvað, heldur bara ársgrundvelli að það var að ná þessu og gera þetta þessu ári og svo þetta næsta ári. En takk kærlega fyrir fundin, ef það er einhver sem vil skjóta einhverju að í lokin, þá er það í boði en alltaf bara slíta og þakka fyrir opaslega góðan fund og ég vonum að við haldum fleiri svona fundi til þess að, já, bara blása svona lífi í brjóstið, ég allavega mér finnst svona pólitísk, ég hef ekki séð mikla pólitíska umræðu, bara hún hef ekki verið mjög áberandi fyrir utan eitthvað svona COVID-smitt. Ég hef ekki bara séð mikla pólitíska umræðu eitthvað svona konkrét sýn í einhverjum málaflokkum í einhver tíma, en kannski er það bara ég. En það verður örugglega meira það á næstu mánuðum. Takk fyrir mig.